Velkomin í hlaðvarpið Hvort myndirðu frekar. Í þessum þætti reynum við að komast að því hvort þú myndir frekar vera vinstri eða hægri sinnaður eða sinnuð. Eða eins og sænski litli frændi minn segir mitt í mellan. Og hvað liggur raunverulega baki slíku vali? Við heyrum sannar sögur, rök, staðreyndir og skoðanir. Og í þessum þætti fékk ég til mín alþingiskonurnar Bryndísi Haraldsdóttur og Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur til að ræða þetta við mig og eins og tjattið mitt segir af einlægni og heiðarleika. Ég ætla að fara aðeins yfir hverjar þær eru, en Bryndís Haraldsdóttir í Sjálfstæðisflokknum og búin að vera í Sjálfstæðisflokknum síðan 2016. Alþingismaður með diplómu í iðnrekstrarfræði, BSc-próf í alþjóðamarkaðsfræði, hefur stundað framhaldsnámi í opinberri stjórnsýslu við HÍ, verkefnastjóri hjá Impru nýsköpunarmiðstöð, fjármálastjóri, stofnaðarak útgáfu fyrirtæki Góðan dag EHF, forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og formaður skipulagsnefndar, allsherjar- og menntamálanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og nefnd. Svo ég með hana Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur sem hefur verið í Samfylkingunni á þingi síðan 2024. Ása trompetleikari með BA-prófi í mennt og miðlun, meistaranámi í listkennslu í LHÍ, meistaraprófi í menningarstjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðlastarf, tónlistakennari, tónleikahaldari og umboðsmaður tónlistafólks, markas- og verkefnastjóri meira og meira, stofnandi og framkvæmdastjóri Skjálftans, hæfileikakeppni ungmenna í grunnskólum á Suðurlandi, verkefnastjóri dagskrárgerðar í Hörpu og í bæjarstjórn Ölfus. Já, það ekkert minna. Þær komið hérna dag til að gefa okkur þær upplýsingar sem hver þarf til að geta ákveðið hvar hán á skalanum hægri eða vinstri. Og við skulum bara snúa okkur að þættinum. Ég ætla að fá að spyrja ykkur nokkrar spurninga til þess að reyna að fá einstaklingin sem að hlusta til þess að fá svona aðeins sanna og upplifun að því hver munurinn á hægri og vinstri í pólitík og þið eru hérna komnar til þess að kynna mér það og kynna okkur það. Og svo ætlum við að fara í lið sem heitir sammála eða ósammála og svo ætlum við að enda á einum léttum hvort myndirðu frekar. Hafið þið farið í hvort myndirðu frekar leikin? Já, kannski einhver tíman, já, mögulega, en ég er ekki viss um ég sé mjög góð í því. Ég kvíði smá fyrir þeim parti. Það þannig. Það má, ef þú ert hrædd, þá gerur það hrædd, eða ekki svoleiðis. Herru, þá skulum við bara byrja þetta létt. Eða, ég veit ekki hvað ég verið að dæmi það hvort sem létt eða erfið spurning. Hvernig, byrjum á þér, Ása, hvernig myndir þú lýsa vinstri pólitík fyrir 10 ára barni? Ég myndi lýsa því á þann hátt að vinstri pólitík snýst það að við séum hér öll saman sem samfélag og að gæðum samfélagsins sé deilt eins jaft og hægt til fólks, samt með þeim áherslum að þeir sem að hafa það slæmt í samfélaginu að þeir fá meiri stuðning og þurfa jafnvel líka að borga minna í samneysluna. Þetta kannski svolítið flókin útskýring fyrir 10 ára, ég veit það ekki, en þetta kannski svona ef við myndum alveg fara með þetta bara á leikvöllin, að þá kannski sumir sem að eiga bara rosalega fínt dót af því að þeir eiga ríka foreldra og aðrir sem eiga ekki mjög fínt dót og á leikvöllinum þá myndi þetta þá snúast að allir fá að prófa bæði dótin og vera saman í leiknum eða að þeir sem eiga fína dótið fá sjálfur að ráða því hverju fá að prófa það og svona fá stýra betur þeim gæðum sem að þeir eiga í grunninn. Hvernig finnst þér þessi útskýring, Bryndís? Alveg allt í lagi, sko. Nú ert þú ekki vinstri sinni. Nei, langt frá því. Langt frá því, þú ert hægri sinni. Og hvernig myndið þú lýsa því að vera vinstri sinnuð? Ef við tökum bara vinstri, þú veist. Ef ég lýsa í hvernig að vera vinstri sinna. Ég held að það sé áherslan fyrst og fremst einmitt á það að jafna kjör allra. Það er það sem jafnaðarmenn standa fyrir og þau eru mjög upptekin af því og svona hugmyndafræðin þeirra gengur út á það þannig að þau nálgast alltaf verkefnið út frá þeirri hugsjón einhvern veginn að það eigi stöðugt að vinna í því að jafna kjör allra.
Og hvernig myndir lýsa hægri pólitík? Hægri pólitíkin snýst þá meira það að við viljum virkja einstaklingsfrelsi og frelsi og hvetja einstaklingin til að gera það sem hann vill og getur. Aftur á móti viljum við tryggja það að allir hafi jöfn tækifæri. Þannig að ef við erum að tala leikvöllin, þá erum við að tala það að allir eigi jöfn tækifæri að fara inn á leikvöllin. Ég held að besta dæmi sé nú reyndar skóli. Allir eiga, öll börn á Íslandi eiga sömu tækifæri til þess að nýta hæfileika sína. En svo það þannig að fólk nýtir hæfileika sína með mismunandi hætti og það sé eðlilegt að þeir sem að nýti hæfileika sína vel, að þeir njóti einhvers ágóða af því vegna þess að með því verður til hvatinn til að standa sig vel í samfélaginu. Og þegar kemur að velferðarkerfinu sem að Ása Berglind nefndi og ég alveg jafn upptekin af velferðarkerfinu eins og vinstri menn, en ég bara trúi því að velferðarkerfi okkar eigi að vera einhvers konar trampolín. Þannig að við eftir því sem að fólki vegnar betur þá eru meiri fjármunir sem komin í ríkiskassan og sjálfshjálpin á að vera svolítið svona trampolí, þannig að við viljum hjálpa þeim sem á hjálp þurfa að halda til þess að geta hjálpa sér sjálfir. Hvernig, nú er ég að skilja trampolíns hugmyndina. Já. Hvað mennur þá, hvernig er það líka þessu trampolín? Ég að líka trampolíni við það, það oft talað þetta öryggisnet í samfélaginu, fólk missir vinnuna sína, fólk missir getuna til að vera á vinnumarkaði og þarlandi öryrki og getur skaffa sér mismunandi miklar tekjur. Og við erum með öryggisnet og ég að tala trampolíni sem þannig að það hjálpar þér, það grípur þig, en það hjálpar þér líka að hoppa upp og standa á eigin fótum eða því sem næst standa á eigin fótum. Og það held ég að sé hugmyndafræðin varðandi velferðarkerfi að það þarna til að grípa þig og hjálpa þér að geta svo hjálpa þér sjálf. Mér finnst nefnilega hægri og vinstri, þessi svona stimplar sem oft settir, hægri og vinstri, þeir ekki svona alveg einfaldir. Þegar svo þetta svona litróf og það til öfga hægri og það til öfga vinstri. Og þessi lýsing Bryndísar til dæmis á velferðarkerfinu, ég get alltaf eins hafa sagt það vinstri mennsku. Þú veist, en þetta snýst kannski í grunninn hvernig ætlum við að fjármagna þetta velferðarkerfi og trampolínið þú veist, hvaðan ætlum við að fá peninga í ríkiskassan, ætlum við að taka þá jaft af öllum, þú veist, þar að segja að manneski sem með kannski lágmarkslaun, hún að borga hlutfallslega jafn mikið af sínu launum í samneysluna, í skatta, eins og bara eins og manneski sem með alveg ofurtekjur. Eða viljum við að mannski sem með ofurtekjur greiði aðeins meira til samfélagsins að því hún raunverulega getur það. Þannig að þarna finnst mér svona spurningum hvaðan við ætlum að fjármagna þetta velferðarkerfi. Þar birtist kannski svolítið vinstrimennskan sem eins og við í Samfylkingunni tölum fyrir, en við erum algjörlega samt að styðja við einstaklingsframtak og frelsi fólks til að skara fram úr. Það engin að, þú veist, það myndi eins og vera kannski einhvers konar öfgavinstri að vilja algjörlega koma í veg fyrir það sem myndi þá kannski kallast kommunismi. En það engin flokkur hér á Íslandi sem þar. Myndirðu segja að það væri einhver þar? Hvað sósíalistar? Já, sósíalistar, jú, en þeir nú ekki að þingi. Nei. Og segir þér sáttar. já, en þeir eru vissilega að horfa til kommunístaríkja, hefur maður verið að lesa í fjölmiðlum sem einhvers konar fyrirmyndir, þannig að jú, þeir eru til staðar. Hvað í umhverfinu þínu, ef byrjum á þér, Bryndís, hvað í umhverfinu heldur að hafi haft hvað mest áhrif á þig, hvað var það innan hægri og vinstri skala? Þú veist, hefur umhverfið áhrif, heldur að pólitísk afstaða mótist frekar af til dæmis uppeldi eða lífsreynslu eða efnahag eða... Ég held að það mótist af öllu þessu og ég sem lítið barn ég var mjög mikið með ömmu mínum og öfum, ég var svo lánsum að eiga mikið af þeim og líka mér sér langum og langafa og langafi var vinstri sinnaður, var mér sagt og ég vissi ekkert hvað það var. Hann kaus Alþýðubandalagið og svo var afi minn, tengdasonur hans, langafa, hann var hægri sinnaður og ég minnist þess einhver tíman þegar við hittumst sama fjölskyldan að þá var þeim boðið upp á drykk og langafi fekk rauðadrykkin út af því að hann var svo vinstri sinnaður og afi fekk bláadrykkin. Þegar ég var svo aðeins svona eldri og fór að spurja út í þetta þá til dæmis vildi fósturfaðir minn aldrei segja mér hvað hann kysi. Ekki fyrir að ég væri sjálf komið kosningarétt og búin að ákveða hvað ég myndi kjósa. Það eru margir í minni fjölskyldu sem að hafa kosið Sjálfstæðisflokkinn og verið hægri menn, en ég man líka að afi minn sem fór nú eins og í framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn, amma sem var mér mikil fyrirmynd, konan hans, hún var alltaf kvennalistakona
Þannig ég hef nú sagt að ég sé kannski einhvers konar hægri feministi og reyna að blanda þessu tvennu saman, þannig að auðvitað litast maður af uppeldinu. En ég held að ég var lengi svona svolítið að spá í hvar ég stæði í pólitík. Ég fór í gegnum verslunarskólann og mér fannst það bara til dæmis að læra bara þjóðhagfræði og læra hagfræði. Finnst mér, segja mér það að maður aðhyllist allavega markashagkerfi, þannig að sósíalismi til dæmis mjög langt frá mér og mér finnst einhvern veginn eins og allar fræðikenningar eigi bara vera búin að afsanna það sem hugmyndafræði sem gagnast fólki almennt. Þannig ég held að, örugglega einhver leitu uppeldi, nám og svona bara takast á við lífi, áttaði mig á því að ég væri örugglega hægra megin við miðju. Ég fyrir mínu fyrstu sveitarstjórnarkosningum, hef nú stundu verið skömmu fyrir það, en þá kaus ég Framsóknarflokkinn í mínu sveitarfélagi Mosfellsbæ. En ég eyddi rosalega miklum tíma í að spá í það og ég talaði við fullt af fólki. 4 árum seinna þá skráði ég mig í Sjálfstæðisflokkinn og fór í prófkjör fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sem sagt í sveitarstjórn. Og þá var ég á þessum tíma búin að átta mig á því að það var augljóslega flokkurinn sem að ég aðhylltist. En Sjálfstæðisflokkurinn ekki, eins og hér var að tala eitthvað sko öfga hægri eða öfga vinstri. Það hægri flokkur, markaðshyggju flokkur, en hann álega líka rosalega langa sögu og mikla sögu varandi sjálfstæði Íslands og nauðsyn þess að við séum sjálfstæð þjóð og við nýtum tækifærin okkar sem best, okkar auðlindir með sem bestum hætti og hluta því að nýta auðlindirnar þetta virkja einstaklingarna sem búi í þessu samfélagi. Og þarna finnst mér einhvern veginn grunnstefna Sjálfstæðisflokksins kristallast og ég vil enda líka meina kristallast hversu skynsum hún því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú haft stjórnina hér í þessu landi svona meir og minna á þessum 100 árum, ef að segja svo, frá sjálfstæði okkar og við fórum frá því að vera einn allra fátækasta þjóð í Evrópu í það að vera einn ríkasta þjóð í Evrópu. Ég held að það hljóti að hafa eitthvað með það að gera hvernig landinu hefur verið stýrt. Já, hljóma mjög hægri allavega. En þú segir hérna markaðshyggja. Nú veit ég að það veit ekki allir hvað það þýðir. Þannig að endilega útskýra hvað markaðshyggja sko, markaðshagkerfið eða markaðshyggja bara að, sem sagt, þú veist, að það snúist framboð og eftirspurn, að atvinnulífið þurfi að virka og fyrirtækin þurfi að vera á, reglusettu markaði og nú aftur nota ég svona. Já, reglusettur, hvað þýðir það? Það þýðir í rauninni það að atvinnulífið eigi að vera svolítið látið í friði og hafa tækifæri til þess að framleiða vöru sem markaðurinn að kalla á, framleiða eitthvað sem við viljum kaupa, sem markaður fyrir og ríkið eigi ekki að vera að skipta sig mjög mikið af því, eigi ekki að segja við þetta og hitt fyrirtæki, nei þú mátt bara framleiða bláan ópal en ekki rauðan eða þú mátt bara gera þetta svona eða hinsegin. En aftur á móti þarf einhverja reglur að vera til staðar. Þú mátt ekki nota einhver efni sem að skaða fólk og þú verður að vera svona, hvað ég var að segja, bara nokkuð almennlegur í því hvernig þú stundar þín viðskipti. Minni háttar reglusetning, ef við notum það orð, þá ég að tala lög og reglugerður það hvernig fyrirtæki eiga að haga sér á markaði. Og það kannski það sem ég að vísa í það og Sjálfstæðisflokkurinn vill hafa sem minnst afskipti af markaðnum og atvinnulífinu, vill gefa því frelsi til að blómstra, til þess að skapa verðmæti og teljum að verði miklu meiri verðmæti til með því að vera að skipta sér minna af atvinnulífinu heldur en meira. Æðislegt. Þetta var samt kannski ekki fyrir 10 ára, ég veit það ekki. Það fara aðeins 10 ára frænda minn og eftir. Ég ætlaði að segja, sko, það er svo gaman að heyra ykkur tala, þú veist, að því að maður heyrir þetta bara, ef maður hlustar á einhvers konar pólitíska umræðu, að þá eins og það hafið öll fengið einhverja alfræði orðabók, einhverja aðra en við fengum. En þú, hvað heldur þú? Hvað í umhverfinu heldur að hafi hvað mest áhrif á þig, að hafi haft mestu áhrif á þig? Hvað var hann hægri vinstri skala? Og heldur að umhverfið hafi áhrif? Já, ég held að hafi vissulega áhrif. Bæði svona bara þitt nánasta umhverfi og svo einmitt eins og Bryndís benti á svona hvað þú fer svo lærir og svona umhverfi sem þú velur eins og sjálf þegar þú svona slítur rætur frá fjölskyldinu, þannig. En ég ólst upp bara í talsvert mikilli fátækt oft, upplifði það að foreldrar mínir urðu gjaldþrota á einu tímapunkti, hvorugt voru mennt og í raun hafði ég ekki mikla svona fyrirmyndir fólk sem í kringum mig sem hafði sótt sér aukna menntun. Þannig að það sem svona kannski
kom mér einhvern veginn til þess að brjótast út úr þeirri svona fjölskyldunormi var ekki að mennta sig svoleiðis, það var einmitt okkar góða skólakerfi og tónlistarskólinn sem er mjög aðgengilegur. Þannig að það að til dæmis hafa fengið að komast í tónlistarnám og uppgöta þar styrkleika sem að ég bjó yfir, það svona leiddi mig á þá braut sem að ég fetaði í lífinu og þannig að mikilvægi þess að hafa til dæmis ólíkar tómstundir aðgengilegar börnum til þess að allir verða að finna sína styrkleika, það skiptir máli og þetta til dæmis í samfélögum sem eru ekki svona norræn velferðaríki sem eru þá mun meira til hægri, því við erum eftir allt saman viljum við tilheyra norrænum velferðaríkjum þó svo kannski margt sé ennþá aðgengilegar fjölskyldum í sumum Norðurlöndunum sem að við viljum með okkur við. En það til dæmis að komast í tónlistarnám ekki eitthvað sem að á færi fátækra fjölskylda í ríkjum sem eru reknar af mikilli hægrimennsku, þar sem að einmitt það kannski bundið því að það bara enga algjörlega og ekki með þátttöku sveitarfélagana. Getur þú komið dæmi? Já, til dæmis bara ef við horfum til Bandaríkjanna, þá það bara algjörlega háð fjárhag foreldra hversu góða menntun þú færð. Já. Það mikið farið með börn í einkaskóla, þau sem að það geta, það sem þá betri menntun og fleiri tækifæri til þess að fá fjölbreyttari svona námsframboð og svona listnám og svoleiðis ekki á færi allra. Þannig að þarna til dæmis birtist það vel hversu máli þetta skipti mig. Nú og svo bara á ég frænku sem að hefur mikið verið í verkalýðsbaráttu og hefur alltaf verið svona tilbúin að ræða pólitík við mann frá því maður var krakki og amma mín var mjög pólitísk. Ég hætti að kaupa Morgunblaðið þegar Davíð Oddsson var ritstjóri og við áttum oft mjög góð samtölu við kaffibolla og þannig að ég litið af umhverju mínu klárlega en ég hef alveg átt mjög góð samtölu við fólk sem hægra megin og margt þar sem ég tengi við, þú veist, ég til dæmis bjó í Vesturbænum bara nánast við hliðina á Landakotsskóla og þegar dóttir mín var að byrja í skóla, þá vorum við að velta fyrir okkur hvert væri gott að fara með hana og þar skoðaði ég Landakotsskóla og sá til dæmis hvað þau höfðu margt fram að færa þegar kemur að bara ólíku svona listnámi og kendu frönsku og ýmislegt bara strax frá grunni sem mér fannst bara ótrúlega spennandi og þá var aðstæðan þannig á mér að við gátum það, ég og pabbinar búum reyndar ekki saman, þannig að þetta voru 2 heimili sem gátu fjármagnað að hún færi þangað. Hún var þar fyrstu 3 árin, þannig að hún var þar í einkaskóla sem að þú veist, kannski svona mjög mikið til hægri. Já. En svo hefur hún líka bara, við fluttum svo í Þorlákshöfn og þar hún bara í venjulegum almennu skóla sem við betur fyrir eigum góða almenna skóla og fekk ekkit verri menntun þar, sko. Þú veist, en þetta var bara svona spennandi kostur, þú veist, þannig að mér finnst alveg að fólk að hafa valfrelsi upp að einhverju marki, en það sem að svona vinstrimennskan snýst er að tryggja að grunnkerfin okkar séu bara mjög sterk og góð, þannig að það er sama hvar þú lendir að þú átt alltaf að hafa jafn tækifæri, sko. Já. Er einhver svona sterk pólitísk afstaða sem að þú hafðir áður sem að hefur breyst? Góð spurning. Sterk pólitísk afstaða sem hefur breyst. Vilt þú byrja? Ertu með eitthvað? Ég er ekki að hugsa Þú veist, eitthvað svona sem kannski mjög mikið til hægri og þú hugsaði sér, nei, þetta er kolvillust, þú átti kannski eitthvað samtal eða þið kannski, þú veist, þú upplifir eitthvað einn skinni og ákasta breytur skoðun, þú veist, oft kannski þarf það svolítið, maður þarf kannski stundum að upplifa hlutina eins og þú segir, þú sér þarna einhvern skóla sem að það er spennandi og ákvæmst að setja og það gerðir eitthvað svona hægri sinna sem að kannski vinstri menn líta niður til, nei, ég veit það ekki. Já. En nei, bara segja svona, eitthvað svona einhver sterk pólitísk afstaða kannski sem að sko, mér finnst ég alltaf bara að hafa svona styrkst í svona því sem að ég held að þú
þú veist, mér finnst einhvern veginn ég hafa bara fengið meiri samfæringu fyrir því sem að ég trúi raunverulega einhvern veginn að virki betur þú veist, í samfélaginu. Það svarað nei? Já, nei, ég hef ekki orðið fyrir einhvern veginn svoleiðis reynslu, en það geti algjörlega gerst samt, sko. Þú ert opin? Já, alltaf til ég að endurskoða. En þú, Bryndís? Ég man ekki eftir neinu, allavega svona í fljótu bragði, þar sem að ég hef einhvern veginn, en þú veist, auðvitað skiptir maður skoðun og ég held að, þú veist, í grunninn starf okkar sem þingmanna og mér fannst það líka vera starf mitt sem bæjarfulltrúa áður að sko taka við málum og reyna að sjá allar hliðar málsins og koma svo bara þeirri niðurstu sem væri best fyrir okkar samfélag. Veist, ég lít alltaf þannig á að starfi okkar í grunninn snúist það og það að hafa einhverja pólitíska sannfæringu og vera í einhverjum pólitískum flokki með einhverja sín hjálpar manni við þá hvernig maður skoðar allar hliðar máls. Þannig að ég held að það sé alltaf gott sko, þú veist, því að sko öll mál hafa fleiri en 2 hliðar, eiginlega öll mál og það sem við erum að fást við oft mjög flókin mál, skilur þú veist að þú getur haft einhverja grunnsýn en svo ef þú gerir þetta býtu þá gæti þetta og þetta og þetta og þetta breyst og þannig að þetta alltaf svona eins og að vera skrúa svona einhverja lykla á einhverju lyklaborðum. Þannig að þess vegna hjálpar pólitíska grunnsýnin mann ofti við það hvernig maður einhvern veginn að nálgast verkefni þannig að eins og ég sagði hérna áðan sko jafnaðarmenn eru rosalega uppteknir af því að það er að jafna alla á meðan við erum meira að tala um þegar öll börn eiga að hafa tækifæri það þýðir ekki það að allir verði alltaf jafnir því að við höldum að það sé bara betra fyrir samfélagi og betra fyrir alla að það sé ákveðin samkeppni og þetta Ása Berglind nefnir hérna Landakotsskóla eða einkaskóla og ég til dæmis, börnin mín hafa nú ekki farið í einkaskóla en ég er mjög hlynnt þeim og hef tekið margar umræðu og byrjaði mjög mikið þegar ég byrjaði í pólitík að hafa skoðunum mitt á menntamálum og ég vildi gjarnan fá einkaskóla í mitt sveitarfélag Mosfellsbæ, við vorum nú kannski fyrst og fremst að hugsa leikskóla þá, einkarekna leikskóla en ég aðhyllist það að sameiginlegir sjóðir eiga að geta greitt fyrir þessa þjónustu. Með öðrum orðum held ég að það sé gott að fá einkaaðila til að reka leikskóla skóla, jafnvel heilsugæslur og annað í svona grunnkerfin okkar en það er samt að greiða fyrir þetta með skattfénu. Þannig að ég er mjög ánægð með til dæmis þau sveitarfélög sem eru mörg hver þá undir stjórn Sjálfstæðisflokksins og hafa verið sem hafa gert góða samninga við einkarekna skóla. Þannig að það þýðir það bara að ef ég myndi velja einkarekin skóla og Ása Berglind bara skóla sem er rekin á sveitarfélaginu að börnin okkar séu samt að fá sömu fjárhæð fylgjandi sér úr bæjarsjóði, úr sameiginlegum sjóðum og mér finnst það sanngjarnt sem hafa að tala fyrir einhvers konar ávísunakerfi það veit ekki hvað ávísanir eru kannski í dag Nei, hvað er ávísunakerfi? Já, þú veist það bara að öll börn er bara rétt á sömu upphæð til menntunar þannig að það skiptir ekki máli hvort það sé skólinn sem sveitafélagi rekur eða skólinn sem kirkjan rekur eða skólinn sem hjallastefnan eða einhver annar myndi reka og ég held að þarna sko það er gaman að heyra Ása Berglind sé hlynnt þessu og ég heyra alveg suma samfylkingamenn vera það mér fannst Vinstri grænir almennt svona minna hlynntir þessu það var til dæmis ástæðan fyrir því að þetta gerist ekki í Mosfellsbæ því við fórum að vinna með Vinstri grænum og þeir sögðu stopp við þessu, vildu ekki þróa þessar hugmyndir lengra en ég held og er mjög sannfær það að þetta sé mjög gott kerfi að hleypa einkaaðilum inn í rekstur á til dæmi skólum ef við tökum sem dæmi því þá verður líka til ákveðin samkeppni og við hægrimenn eru svolítið uppteknir af samkeppni við höldum að samkeppni sé svolítið af hinu góða því þá sé allir alltaf að reyna standa sig betur og það sé betra fyrir heildina ég bara aðeins að bæta við þetta þú veist að því að þetta er ákveðið jafnvægislist þarna eins og hún segir þá erum við bara mörg í samfélkingunum algjörlega hlynnt einkaframtaki og þetta birtist líka í heilbrigðiskerfinu og annað en þetta þarf samt sko að vera í ákveðnu jafnvægi þannig að það verði ekki til algjörlega tvöföld kerfi sko eins og í heilbrigðiskerfinu þar sem að bara það verði bara alveg orðið þannig að ef að þú getur bara borgaði fram fyrir röðina, fengið betri þjónustu og allt þetta og það kemur einhvern veginn niður á þá almenna kerfinu. Þú veist að þetta má ekki koma niður á grunnkerfinu. Þannig að þetta þarf að vera einhverju balans og svo er það bara svona kannski vandamál þá fyrir pólitíkur svona hverju sinn og ráðherrinn að finna hvar þessi lína liggur sko.
Þá myndi ég segja á móti að þetta verður oft mikil flækjufótur fyrir vinstrimenn því þeir eru alltaf að reyna að jafna þennan balans og það gerir það að verkum að það gerir stundum ekkert og ef við tökum Reykjavík sem dæmi að ég meina hér eru jú einkareknir skólar eins og Landakotsskóli og Hjallastefnuskólinn Ísaksskóli en það hefur verið mjög erfitt fyrir nýja aðila að koma og stofna skóla og fá greiðslu frá sveitarfélaginu til skólana á meðan ég held að það hafi gengið betur í nágrannasveitarfélagunum vegna þess að þá fólk ekki jafn upptekið af því að reyna alltaf að jafna heldur hugsun bara ef að þessi skóli vill vera rekinn hér, ég ætla að taka sem dæmi til dæmis unglingaskóli í Hafnarfirði nú held ég hann heitur sem að svona sérhæfa sig í því að kenna afreksfólki krökkum í íþróttum og ég held að þau séu staðsett þarna vegna þess að það var tekið vel á móti þeim hjá sveitarfélaginu og sveitarfélagi sagði já, okkur líst vel á þessa hugmynd við erum tilbúin að vera með ykkur í því og greiða fyrir börnin sem fara í þennan skóla og þetta, ég held að Garðabær sé líka ákveðin fyrirmynd í því að þar geta bara foreldrar valið hvaða skóla eða leikskóla börnin fara í ekkert endilega bundin einhverju svona hverfisskipulagi eins og mjög ríkt í Reykjavík þannig að ég held að með því að vera ekki of upptekin af þessu jöfnun heldur bara taka vel í góðar hugmyndir og íta þeim áfram að þá verði til betra kerfi. Ég meina spurning fyrir ykkur að því þú ert að tala þetta skiptir máli að hafa samkeppni og þetta segja þú veist að hægri menn eru uppteknir af því og vinstri menn ekki en ekki hægt að hafa samkeppni í jöfnuði? Jú og við erum alveg upptökin af samkeppni líka að því eins og ég segi, það rosa margt sem að Bryndís segir sem að einhvern veginn að vinstri menn vilja ekki eins og samkeppni og svona sem að ég ekki alveg að tengja við Hvernig hægt við spyr bara þig Ása, hvernig hægt að hafa samkeppni innan þessa jafnaðar? Það náttúrulega samkeppni getur byggst á ótal sviðum, ég meina nýsköpun og bara ný fyrirtæki og alls konar þróun lausna sem að svo nýtast inn í kerfum ríkisins og svoleiðis, þetta bara spila mjög vel saman þannig að ég sé ekki að eitt þarf að koma niður á öðru, þetta bara eftir spurningum svona einhvers konar samspil Þannig að grunnhugmynd þín að hafa jöfnuð í samfélaginu það hefur ekki áhrif á það að þið langi ekki að hafa samkeppni. Nei. Ok. Vildi bara fá það hreint. Hvað finnst ykkur vera svona algengasti misskilningurinn fólk sem annarkvort hægri eða vinstri sinna og byrja á vinstri bara? Þannig að ég á að segja hvað mér finnst vera algengur misskilningur hægri eða vinstri sinna fólk sem þú hefur upplifað. Já, mér finnst það til dæmis vera þetta að við séum einhvern veginn á móti því að fólk geti einhvern veginn búið sér til sinn business eða búið sér til sín tækifæri og hagnast á þeim, við erum ekki á móti því, það algjör misskilningur og ætla þessi ekki kannski svona helsti misskilningurinn og við viljum alveg að fólki vegni vel og geti nýtt sína hæfileika sér til tekna en á sama tíma viljum við líka að þeir sem að hagnast mikið á því, mjög mikið á því sem það er að gera, að það geti þá á sama skapi bara lagt örlítið meira til samneyslunar eða samtryggingarkerfisins okkar sem að fer þá í vegakerfi, í heilbrigðiskerfi, skólakerfi og svo framvegis. Nú beini ég svo til þín Bryndís, hvað finnst þið vera algengasti misskilningur hægri sinna fólk eða bara hægri sinna pólitík, við skulum kannski frekar segja það? Já, mér finnst svo erfitt orðið núna í þessa svona alþjóða umræðu sem í gangi að tala einhvern veginn hægrið og vinstrið því að það búið að tala svo mikið eitthvað öfgahægri og ég stundum bara tengi ekki við að einhverju öfgahægri leiðtogar í heiminum séu bara yfir höfuð hægri eins og til dæmis Trump, bara sem dæmi bara vildi bara heyra þess nei, ég meina þú veist sjálfstæðisflokkurinn aðhyllist frjálsa samkeppni alþjóðaviðskipti og við erum almennt svona móti tollum og hindrunum í viðskiptum. Ég meina, Trump bara búin að vera að setja tolla og hindranir á viðskipti milli landa. Þannig að mér finnst það í algjöru andstöðu við það hvað ég stend fyrir sem dæmi.
En ef ég tek þetta kannski svona meira tengt Íslandi að þá náttúrulega finnst mér óbáslega leiðilegt að heyra fólk sem að þekkir ekki til Sjálfstæðisflokksins og tala okkur einhvern veginn eins og við séum í vasanum á útgerðinni eða flokkurinn snúist bara að vinna fyrir ríka fólkið og við séum bara að hugsa ríka fólkið og stóru fyrirtækin sem að þéna mikla peninga. Því það þetta algjör vitleysa. Hugmyndafræðin okkar gengur bara út á það sé mjög gott ef að fólk að skapa sér tækifæri og að búa til verðmæti fyrir samfélagið, þá högnumst við öll á því. Já. Því að alveg eins og Ása Berglind segir, það þarf ekki endilega í mínum huga að taka meiri pening, hærri prósentu af viðkomandi, því eftir því sem hún þénar meira og borgar kannski, ég var að segja 20% skatt eða 25% skatt, þá þetta alltaf meira að koma í kassan eftir því sem að fyrirtæki eða einstaklingar að þéna meira. Þú sammála þessu? Já, en já, algjörlega, en það nú samt eins og bara í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá var ef maður skoða svona súluritt eða línuritt yfir svona byrði, skattbyrði þeirra sem eru með efstu tekjurnar, hæstu tekjurnar. Útskýrðu það eins? Skattbyrði? Já, bara framlag þeirra til ríkisins, samneyslunar og svo hins vegar að þeirra sem eru tekið lægri. Þá var það að lækka á efstu 10% sem að segja, á meðan að skattbyrði fólks í lægri tekjuþrepum, eða þau sem voru með minni tekjur, þau voru að hækka hlutfallslega af því sem þau voru að fá. Þannig að þetta finnst til dæmis okkur skakt, þeir sem eru svona meira til vinstri. Nú ég bara, hvað ertu að vísa í þannig? Þetta eru tölfræði greiningar sem ég get sendir. Já, endilega. Ég held að þetta sé eitthvað sem Samfylkingin hafi unnið. Ég meina það til dæmis tekjusaga, til dæmis frábær vegur sem að Bjarni Benediktsson byggði upp þegar hann var í fjármálaráðuneytinu. Það reyndar svolítið lengi að koma inn upplýsingar inn á tekjusagan. Þar getum við séð til dæmis hvaða hópa, þetta tekjutíundirnar sem Ása Berglind talar að þá ertu bara tekur alla Íslendinga og tekjurnar þeirra og þú setur það niður í tíundir, sem sagt, 10 hópa, það eru tekjutíund 10 svo sem með allra hæstu tekjurnar, 9 næst þar fyrir neðan og tekjutíund 1 sem með lægstu tekjurnar. Og þannig til dæmis hægt að lesa út af því að þegar ég var að byrja á þingi 2016, það var rosalega mikil umræða meðal eldri borgara og tekjur þeirra hefðu dregist saman í samanburði við aðra. Ég held að sé hægt að lesa það út úr þessari tekjusögu núna, svo alls ekki. Að við höfum bætt mjög vel í og kerfin okkar varðandi til dæmis ellilífeyrisþega hafi batnað mjög mikið. Ef við tökum öryrkja þá það kerfi sem var mjög flókið og erfitt í smíði að endursmíða og við samþykktum breytingar á því núna í lok síðasta kjörtímabils og það kannski að koma fram núna. En ég held að ég meina hæðstu tekjutíundirnar okkar eru þetta greiða langt mest til samfélagsins, eðli málsins samkvæmt, annars væru ekki með svona háa tekjur, því þú greiðir sem hlutfall af tekjunum þínum. Hættan við það að vera of upptekin af því að velta fyrir sér hvernig get ég fengið meira frá þeim sem eru ríkastir, að þú býr til svona plástrakerfi, þú býr til það sem að kallast jaðarskattar, sem þýðir það að ef þú hækkar eigum að segja 100 skall í launum, að þá greiðuru mun meira í skatta, þannig að þú væri í rauninni betur komin með því að vera 100 skonum lægri í launum og þetta bara svona í hagfræðinni, það eru þessi svona tröppur sem farið í, þannig að grunnhugmynd Sjálfstæðisflokksins hefur alltaf verið að höfum einfalt skattkerfi og þegar vísaður í síðustu ríkisstjórn þá ég nú meira skömmuð að hægri mönnum einmitt það að við höfum verið of vinstri sinnu en það voru við í ríkisstjórn þá með vinstri grænum og ég meina við fjölguðum skattþrepunum, þau eru núna 3, það ekkert endilega í samræmi við það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefði viljað. Hvað hefði Sjálfstæðisflokkurinn viljað? Við 1-2 þrep, frekar en 3, en það sem við vorum einmitt að gera var með milli þrepinu var að auka að segja skattafrádrátt eða minnka skattbyrði þeirra sem lægstu launin hafa. Og þegar þú horfir á tekjutíundirnar og horfir á alveg lægstu tekjutíundar þá skuli líka muna það að það yfirleitt ekki fólk sem hér út á vinnumarkaði að vinna fyrir sér og sinni fjölskyldu, heldur eru það
börnin mín sem búa kannski í fríu fæðu húsnæði, það að segja lægstu tekjutíundar yfir fólk sem í hlutastarfi jafnvel með námi og býr heima. Það kannski tekjutíund 3, 4, 5 sem við eigum að vera að horfa á sem fólki sem að framflytta sér á tekjunum sína. Ég veit nú ekki alveg með það, en hérna... Jú, ég skal líka senda þá greiningu. Mjög gott að glöggva svo hlutum með gögnum, það vantar ekki. En svo, sko, þetta eins og kom fram hérna áðan, þá hefur Sjálfstæðisflokkur vissulega verið við stjórnvöldu meira og meina síðustu 100 ár. Sjáðu hvað verið vel stöð. Já, en það heil mikið samt sem að búa til svona umhverfi fyrir þá sem að hafa mestu tekjurnar og hérna þar sem að þau í raun geta komist hjá því að vera að greiða þar sem að svo þeir sem hafa minni tekjur eru launþegar greiða. Það að segja að þau geta verið að nýta skattkerfi þannig að þau reikna sér út, kannski verið með fyrirtæki, einhverja algjöra lágmarkstekjur en borga sér hins vegar kannski mikinn arð öðru hverju. Og arður nefnilega skattlagður mun minni heldur en tekjurnar sem að venjulegt fólk vinnur sér inn sem launamaður. Þú getur útskipt arð fyrir þeim sem við. Arður raun og veru svona ef að þú ert með fyrirtæki og það mikill afgangur í lok árs og þegar þú ert að gera upp fyrirtækið þitt að þá getur þú greitt þér út hluta af þeim afgangi sem arð og hann skattlagður mun minna heldur en launatekjur. Þar segja að þú ert launþegi þá þarfst að borga ákveðna prósentu misjafnt eftir í hvaða skattþrepi þú ert í en þarna til dæmis getur fólk sem að hagnast vel á sínum viðskiptum komist hjá því að greiða sömu prósentur og fólk sem launþegar. En hvert fer þessi arður? Þetta ákveðið ósanngirni. Já. Hver þessi arður? Þú veist, hvert fer hann? Fólk getur nýtt að til dæmis að fjárfesta áfram í fyrirtækin sínu sem að margir gera og stækka fyrirtækin og þróa nýja tæknilausnir og slíkt sem nauðsynlegt að geta gert en svo greiðir fólk sér arð bara sem fer í að bara lifa daginn sko. En það bara eins og laun nema heiti bara kannar. Já, í raun. Ég verð að fá að svara þessu. En sko grunnhugmyndin þessi. Sko þú greiðir skatt af tekjunum þínum. Sem launamaður þá greiður skatt af tekjunum þínum. Ef þú átt fyrirtæki, tökum sem dæmi, maðurinn minn rafvirki og mjög margir í inngreinum reka sitt eigið fyrirtæki. Hann greiðir sér skatt og þegar því haldið fram að svoleiðis aðilar getur komist upp með að greiða sér bara mjög lágar tekjur, þá það bara ekki rétt. Það eru bara reglur hjá skattinum reiknað endurgjald og í hvað stöðu þú ert að ef að fólk að greiða sér, þú getur ekki komist upp með að greiða bara einhvern 100 skall í tekjur eða eitthvað. Skatturinn myndi segja bara nei, hér eitthvað að þú ert skráður sem framkvæmdastjóri, hér þetta fyrirtæki að velta svona miklu, nei, þú átt að greiða þetta. Þannig að við erum með viðmið hjá skattinum svona lágmarks laun sem að þessir aðilar eiga að greiða sér. Ef að fyrirtækið hagnast svo, eins og Ása Berglind að lýsa, sem væri nú mjög gott og við viljum að öll fyrirtæki hagnist, því að það nennir enginn að standa í því að reka fyrirtæki nema að hagnist. Annars myndir bara hætta því. Fyrirtæki myndir fara á hausinn eða þú myndir loka fyrirtækinu. Þannig að við viljum að fyrirtæki hagnist. Og það hefur svolítið verið svona talað það eins og það sé eitthvað vont að hagnast, en það bara það ekki. Þetta grunnhugmynd. Og við erum sammála um það. Það getur verið sammála, það gott. Það verður gott ef við myndum breyta líka orðræðinu. En ef fyrirtæki hagnast, segjum svo bara að 500.000 króna hagnaður á þessu fyrirtæki á þessu ári, þá greiðir fyrirtæki skatt af þessum 500.000 kalli. Það fyrirtækjaskattur sem ég held að sé kringum 20%. Ef að fyrirtækið ætlar svo að greiða út arð til hluthafana, til þessum á fyrirtækið, þá getur hann gert það. En þá greiðir aðilinn sem að fá arðgreiðsluna fjármagnstekjuskatt af því. Þannig að þá það þessi 500.000 kall annars við búin að taka fyrirtækjaskatt sem 20% og svo fjármagnstekjuskatt sem annað eins. Sem 24%. Já, þannig að þá ertu komin upp í 45% skatt af þessum pening. Sem bara sambarilegt við það sem gerist þegar launamaðurinn fær sína tekjur og greiðir af því 40-50% skatt. Þannig að þetta sem að Samfylkingin gekk út á í síðustu kosningabaráttu að segja einhvern veginn að loka glufunum og reyna að halda því fram að hér væru iðnaðarmenn í stórum stíl að svindla á skattkerfinu. Það var enginn iðnaðarmenn nema bara einhverjir málpípur Sjálfstæðisflokksins. Við vorum ekki að tala um iðnaðarmenn. En það einmitt út að iðnaðarmenn eru á endinum venjulegt fólk. Já, iðnaðarmenn eru ekki þeir sem eru endilega að fá sem stærstan arð úr sínum fyrirtækjum. Það eru annars konar business. En sko, punkturinn þessi, það greiddur fyrirtækjaskattur af allum hagnaði fyrirtækisins. Þegar það greitt út sem arður, ef að fyrirtæki ákveður að gera það, þá greittur af því fjármagnstekjuskattur. Þannig að það búið að tvískattleggja þessa tekjur.
Þannig að það má ekki bara horfa á það, heyrðu, það bara greiddur hérna fjármagnstekjuskattur af þessu og þannig miklu lægri en skatturinn sem að fólk fær eða að fá laun, því að það búið að greiða meira af þessum fjármagni. Sko nú erum við komin svolítið djúpt í þetta. Ég held að þessi 10 ára sé alveg hægt Fyrir slökkva, sko. En svo gaman að heyra hvað það er að segja. Eitthvað í hugmyndafræði svona, ég veit ekki hvort mér langi að segja mótherjans, þú veist, en svona, ég vil segja bara hugmyndafræði, ef við byrjum á þér, Bryndís, hugmyndafræði, svona vinstri sinnari hugmyndafræði sem þú persónulega tengi við. Ég veit ekki hvort ég get sagt, ég tengi beint við, en þetta við alveg sammála margt og nú var ég til dæmis að fara í klára 7 ára tímabil þar sem við vorum að vinna með Vinstri grænum og bara mjög góði vinir mínir sko. Og við getum alveg sammælst suma hluti og það sem mér fannst kannski mjög gott við að vinna með Vinstri grænum að ég vissi hvaðan þau voru að koma. Stundum þegar flokkar eru kannski meira á miðjunni eða eru minna skilgreindir sem sko flokkar hafa minna svona kannski pólitíska sögu og skilgreiningu, þá auðvitað erfitt að átta sig á því, þú veist, hvað stendur flokkur fólksins við eða hvað vill Framsókn þarna, hvað erum við nákvæmlega að tala um. En það mjög auðvelt þegar þú ert með eitthvað sem bara mjög vinstri sinnaður, þá bara veist alltaf einhvern veginn að hverju þú gengur. Og við gátum sammælst allt, ég meina mér mjög umhugað umhverfið. Mér mjög umhugað loftslagsmál. Mér mjög mikilvægt að nálgumst að einhverju ábyrgð og einhverju skynsemi. Þannig að til að mynda þar get ég tengst. Við ætla rétt að vona það. Já, skiptir máli. Já, mjög miklu máli. Jafnréttismál, út af því að nú kannski tek ég Vinstri græna sérstaklega sem dæmi sem hefur verið svona sá flokkur á pólitísku litrónu sem hefur verið hvað mest til vinstri. Að sósíalistum undirskildum og ég tengi eiginlega ekki við neitt sem þeir eru basically að segja, þannig að segja. En ég tengi, sko, við getum sammælt jafnréttismál, við getum sammælt mjög margt í umhverfismálum. Og ef ég og Ása Berglind myndum sitja saman, þá getum við verið sammála mjög margt. Það kannski meiri spurningu, ok, hvernig ætlum við þá að ná þessu fram? Myndirðu vera sammála því að þetta grunnurinn, eða munurinn liggur þar? Sko, í fyrsta lagi vil ég nú segja að loftslagsmál hljóta á einhverjum tímapunkti verða bara grimm hægri stefna því að ef að þessar afleiðingar, ekkit þær eru byrjar að birtast okkur og munu birtast áfram mjög grimmilega, þá eru þær náttúrulega að fara að koma mjög hart niður á öllum þeim sem eru í atvinnurekstri sama nánast hvað þeir eru að gera. Því að þetta bara grimmt efnahagsmál í grunninn þegar þessar afleiðingar koma virkilega fram og þær getur verið bara handa við hornið. Þannig ég ætla bara að vona að fólk sem að skilgreinir sig til hægri en hefur ekki tengt við loftslagsmálin hingað til fari nú bara að vakna upp við það að þeir verði líka að fara að leggja sín lóð á þessa vogaskálar til þess að bara bjarga efnahag landsins. Og bara heimsins. Og heimsins og allra framtíða kynslóða. Þannig að það vil ég nú að byrja á að segja. En svo þú veist, ég meina það bara rosalega margt í málflutningi hægra fólk sem að ég einmitt tala sem hægri en ekki öfgahægri. Það annar hópur sem að ég tengi mjög lítið við. En til dæmis bara, mér finnst frábært, bara hvað þau til dæmis leggja miklu áherslu á nýsköpun. Þar ég algjörlega á sama máli að við þurfum að styðja vel undir nýsköpun og þar einmitt kemur ríkið inn með fjárframlag. Við erum til dæmis bara sem ríki að setja gríðarlega fjármuni í að styðja við nýsköpun á Íslandi sem að hefur skilað svo mjög stöndum flottum fyrirtækjum, mörgum hverjum, en það verður ekkit úr öðrum. En þarna til dæmis kemur inn, þú veist, þessi svona samneysla, þú veist, ríkir í hlutverki þess sem að styrkir til þess að íta undir vera þetta trampolín. Og við getum verið bara held í alveg sammála mikilvægi þess. Fyndi samt að segja, sko, ég hef búin að hugsa þetta trampolínsdæmi. Þú veist, það svo fyndi að því að þú ertu þá að hoppa af trampolínu. Þú veist, trampolín... Að fljúga. Já, þú veist, þú ert náttúrulega að hoppa, þú ert endalaust á trampolínu. Þannig að þú veist, þú kemur alltaf aftur niður og aftur upp og þú veist, þetta svona eins og rússíbanin, mér finnst oft gott að líka lífinu við rússíbana. Út af því ef þú ert hátt uppi, segjum til dæmis og með mikið peningum eða bara þið líður ótrúlega vel við tökum bara tilfinningar og tökum pólitík út fyrir þetta líður ótrúlega vel, þá eiginlega bókamál að þeim mun líða ömurlega á einhverjum tímpóti og því betur sem þér líður því verr mun þér líða þannig að ef þú tekur til dæmis kókaín þá sýnar rannsóknir það að þú fer mjög langt niður eftir skilurðu, af því að þú fer svo hátt
ekki það ég sé að segja neinum að taka kókain. Hræðilegt, já. Ekki gera það. En sko, út frá trampolínu þá held ég þetta sé sko, ég kannski noti þetta stundum í stað fyrir að tala öryggisnet, því að það er mjög oft notað í þessari orðræðu, við séum eitthvað öryggisnet þar sem við grípum þá sem á því þurfa að halda. En ég finnst einhvern veginn svona öryggisnet líka hljóma þannig að þá sést svolítið fastur í netinu. Svolítið í fangelsi, já. Svolítið svona, þú veist, og það er eiginlega grunnhugmyndi sem við segjum að við viljum hjálpa til sjálfshjálpar. Þess vegna nota ég trampolín líkinguna. Frekar en fangelsið. Frekar en netið, að því til við. Líka þú hugsa, sko, þú veist, þú getur lagst á trampolín og það er kannski einhver að hoppa og þú dúar svona í smá tíma og þetta er alveg svona allt í lagi, þú veist, þér líður alveg sæmilega. En svo ef þú ferð að hoppa þá fer eitthvað að gerast og þú er rosalega hress og kátur og er tilbúin að takast á við þetta. Þannig kannski er ég að hugsa trampolín. Það er bara mjög góð lýsing hjá þér. Já, skemmtilegt. Bara líka sérstaklega eftir maður heyrir þetta. Jú, samanlega, trampolín getur verið mjög skemmtilegt. Sko, þú ert eiginlega búin að svara þessari spurningum Bryndís áðan, en út af spurningin er sko, er hægt að vera bæði vinstri og hægri sinni í mismunandi málum eða verður maður að velja lið? Sko, þú svaraði því svolítið áðan út af að þú varst að segja að það er svo auðvelt að vinna með einhverjum verandi í einhverju liði og að hann sé í einhverju liði því þú veistu hvað hann stendur. Þú veist, það er auðvelt einhvern veginn að grípa alltaf í þetta, ok, erstu hægri sinni? Já, ok, þá veit ég hvað það þýðir. Svolítið svona eins og hefðbundi ef við tökum hefðbundi fólk, þú veist, ef við tökum bara fólk sem er bara sískynja og gagnkynhneigt. Með auðvelt að vera í samskipti við svoleiðis fólk, af því þá þarftu ekki að hugsa, veitu nú við, hvernig á ég að, til dæmis, hvað á ég að kalla þessa mannesku, hvernig á ég að haga mig við hana, þú veist, þá veistu að hverju þú kemur. En ég ætla samt að spyrja, þig, af því að þú ert eiginlega búin að svara þessar spurningu Bryndís. Heldur það að sé hægt að vera bæði hægri og vinstri? Eða finnst þér mikilvægt að vera í einhverju innan gæsalappa liði? Nei, mér finnst einmitt að við þurfum bara aðeins að brjóta upp þessi síló, sko, þú veist, af því að ég á alveg stundum erfitt með þessa stimpla, hægri og vinstri og eitthvað svona, af því að þú veist, þetta er ákveðið svona litróf og alveg, þú veist, eins og bara ég nefni með loftslagsmál. Mér finnst rosalega skrítið þegar þau eru sett einhvern veginn í samhengi við vinstramennsku. Af því þau eru bara yfir og allt kring, sko. Og svo eins og jafnréttismál, þú veist, það er talað um það sem oft vinstri Já, mjög fyndið. Já, af því að þú veist, það hlýtur að vera alveg mikill hagur fyrir hægri fólk að hafa jafnrétti á meðal ólíkur hópa í samfélaginu. Nema að séu bara til dæmis hvítir meðaldra karlmenn í hægri flokkum. Já, það grund, þú veist, það væri það ekki raunveruleg hægri stefna, skilur við. Þannig að ég er alveg sammálaður með það. Þú veist, ef það væri einhverju sem vildu bara halda völdum og vilja bara þeir og þeirra líkir haldi völdum, þá er það ekki að nýta tækifæri allra. Þá er það ekki að einstaklingunum fá að blómstra, að allir eigi upp tækifæri sem að ég mitt notaði sem grunninn á svona minni pólitísku samfæringu fyrir því að vera hægri manneskja og sjálfstæðismanneskja. Já, skemmt, já. Og eitt sem við bæta við líka, eins og bara formaðurinn í Samfylkingunni, Kristrún Frostadóttir, þegar hún kom einhvern veginn fram á völlinn og gat talað um fjármál og efnahagsmál bara með miklu öryggi og þannig bara fólk skildi þá bara strax að þetta er hægri manneskja. Hún kemur einhvern veginn úr fjármálum og vinstra fólk kann sko ekki á fjármál og vinstra fólk eru ekki hagfræðingar eða skiljið, þú veist, þetta er svona ákveðin mýta líka, að stimpla fólk ósjálfrátt sem hægri manneskja því að það er einhvern veginn svona með fjármála bakgrunn. Með eitthvað vit í kollinum. Já, fjármálavit. Já. Tvær spurningar eftir, svo fyrir við í næsta lið. Hvaða eina mál finnst ykkur skýra besta munin á vinstri og hægri á Íslandi í dag? Skattamál. Já, sko, einmitt. Ég ætla bara að taka veiðigjöldin sem dæmi. Já. En því að nú veit allir hvað við erum að tala um þegar við segjum veiðigjöld. Ég veit ekki með þess að 10 ára, sko. Nei, 10 ára. Já, þetta var alveg tekið í krakkafréttum. Já, segðu mér. En þannig til dæmis auðlind sem er í eigu þjóðarinnar, það sem ákveðið fólk er að hagnast mjög mikið á og bara, þetta er bara atvinnuvegur sem gengur mjög vel og bara frábært með það. En það er alveg svona ofurhagnaður í þessum atvinnuvegi sem að byggist algjörlega á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Þannig að okkur þótti það vera ákveðið réttlætismál að þjóðin sem á auðlindina sem að þessir aðilar nota til að hagnast á fái meiri skerf að hagnaðinum. Þannig að þarna finnst mér birtast til dæmis ákveðin svona vinstri pólitík sem að við vitum öll hvaða andstöðu mætti inn á þingi.
Ég elskar að segja þetta, við vitum það. Nei, það vita ekki það. Það ekki allir í þessu pælingum. En þið vitið að vissu. Já, hvaða andstæða var það? Sko, ég segi bara, mér finnst það sem greinir hægri og vinstri núna, mér finnst það kristallast mjög mikið núna á þessu kjörtímabili nýra ríkisstjórnar að vinstri flokkarnir sem eru núna í ríkisstjórn eru mjög uppteknir af því að skattleggja, hækka skatta á fólk og fyrirtæki. Vegna þess væntanlega þeir eru svo uppteknir af þessir jafnaðar hugsjón sinni og hér notar Ása Berglind að í sjávarútveginum hafi verið eitthvað svona ofurhagnaður. Það eru fyrirtæki í sjávarútveginn sem hafa verið að græða rosalega mikið. Já. Þau hafa líka verið að greiða háa skatta og ég kannski uppteknar af því að fyrirtækin bara gangi vel og greiði háa skatta. Það sem að við vorum að rífast síðasta vor. Greiði háa skatta, ána með þeim. Já, þeir greiða háa skatta, það þarf ekki að vera hærri prósentu. Eftir því sem hagnast meira, þá greiður meira til samfélagsins. Það sem við vorum að rífast og varð mjög mörgum kunnugt að við rífust lengi fram í sumarið svokölluð veiðigjöld. Það var sem sagt hækkun skatta hjá ríkisstjórninni, hækkun á veiðigjald sem gjald sem skattur sem fyrirtæki greiða fyrir að fá að fara og veiða fiskinn í sjónum út af því að við erum sammælst það að við í rauninni eigum öll fiskinn í sjónum og þau voru þá að hækka það á einu bretti næstu því tvöfalda 70-80% á endanum þetta var svo einhverja breytingar í þinginu eins og gengur og gerist sem að væri nú oftar gott ef það myndi gerast meira af hvað voru þetta 7 miljardar eða eitthvað svoleið sem átti að hækka á einu ári og þetta einhver smá upphæðir þetta nú ykkur þrepum endaði með því eftir að við vorum búin að tala lengi og fengum til að hugsa aðeins það þyrfti kannski að hafa þetta í einhverju smá þrepum en þarna kristallast algjörlega hugmyndafræðin milli hægri og vinstri við sem að Sjálfstæðisflokkurinn og reynda líka hinnir flokkarnir í stjórnarandstöðu Miðflokkur og Framsóknarflokkur við vorum algjörlega ósammála þessari leið. Það þýðir ekki að við viljum kannski aldrei hækka veiðigjöld sem þessi miði en þetta var allt og há og mikil hækkun á einu skrefi sem var dæmt á atvinnuveginn í heild sinni. Og ég held að við séum strax farin að sjá áhrif á því, við erum strax farin að sjá einhverja fiskvinnslu farin að loka og fyrirtæki farin að hagræða vegna þess á endanum, þá það þannig að fyrirtæki ætla alltaf að hagnast. Fyrirtæki ætla ekki að hagnast aðeins minna eða hætta að hagnast í einhver tíma þá bara hætta þessu. Þannig að auðvitað eru fyrirtækin alltaf að reyna að leita að sem mestum hagnaði. Góðir atvinnurekendur horfa samt sem áður til lengri tíma og horfa á hagnað til lengri tíma og þar kemur til dæmis umhverfismálin og sjálfbærnin þess vegna til dæmis sjávarútvegurinn búin að gera alveg ótrúlega flotta hluti í sjálfbærni og sjávarútvegurinn á Íslandi er til bara mikilla fyrirmynda ég heldur sem bara eigum heimsmet í því hvað mikið nýta fisknum í gamla daga þá var kannski bara veitt og þá var bara tekið svona besti bitin af og svo bara restinni hendi sjóin þetta alveg búið spil á Íslandi það? Já, það það og rosa flott og mikil eftirlit með því, menn að við erum líka búin að þróa upp hátækni iðnað og nýsköpun í kringum sjávarútvegi, talandi nýsköpun ég menna það verið að þróa einhverja plástra og roði, skilurðu, sem eru notað í brunasár, notað bandaríska hernum og eitthvað, bara uppfinning sem verður til á Ísafirði vegna þess að þeir horfa á fullt af hráefni sem að fyrir ruslu og hugsa, hér alls konar hlutir í þessu hráefni, er þetta að nýta þetta? Þú veist, það er byrjað að gera lýsi ekki bara eins og lýsi gerir það heldur fullt af nýsköpunaraðilum sem einhvern veginn að kaldpressa lýsi og ég veit ekki hvað og hvað. Það verið að vinna einhver efni úr skél og roði og öllu. Þannig að við erum með alls konar fyrirtæki núna sem eru kollabdrykkin til dæmis, skilur sem er unnin úr fiskafurðum. Þetta er ekki auglýst nema þið hafið áhuga, endilega látum við þetta. Nei, en ég er að segja þess vegna sjávarútvegurinn snýst ekki bara að veiða fisk og selja eins og hann gerði einu sinni. Þetta eru alveg bara orðin háþróaður iðnaður og það eru fullt af svona fyrirtækjum og iðnaði í tengslu við þetta. Þannig að hagur íslensku þjóðarinnar er ofboðslega mikill af allri þessari atvinnugrein. Og þess vegna segjum við það þarf að umgangast það af virðingu og miklu frekar með því að horfa til þess að við viljum að þessum fyrirtækjum gangi vel og þau geti þar alveg greitt skatta í staðin fyrir að nota jafnaðarstimpilinn út af því að þau sáu einhver fyrirtæki sem að voru að fá alveg nokkuð góðan hagnað og arðsemi var svolítið mikil og þá faraði að búa til kerfi sem var rosalega flókið fyrir þau, tóku þau ekki reyndar nógu langan tíma því að þau flýttu sér aðeins svo mikið af þessu en áhrifin verða þau að þau geta haft áhrif á öll fyrirtæki í sjávarútvegi, ekki
ekki bara þessi ríku fyrirtæki sem að þau ætluðu sér að fara gegn ef að svo má orði komast. Við erum ósammála þarna. En ekki skattþrep þar? Skattþrep í fyrirtækjum? Sko, varðandi þessi veiðigjöld, þá er ákveðin þrep í því, sko. Þannig að minni fyrirtæki það er komin betur til móts við minni fyrirtæki. Já. Og það gerði svolítið meðförum þingsins eftir að við höfðum... Já, ég held að málþófið ykkar hafi ekki endilega haft þau áhrif, það hefði jafnvel bara gerst inn í starfi nefndan á milli umræðu ef að henni hefði verið bara hleypt áfram, sko. Þannig að ég er nú ekki alveg saman því. Fólk kannski geta bara tala saman, það er líka alveg ágætis. En ég, algjörlega, en nógu veiðgjöldin, en ekki? En nú sé ég, sko, það sést ekki í vídeo því að slöknaði á vídeónu, en ég sé núna að því ég læri leiklist að þeir eru báðar svona krosslaðar hendur og komnar í vörn og en mér finnst það æðislegt að því, nú erum við bara í ykkur podcaststúdíu, þú bara handið inn og út og ég veit af eigin reynslu að það getur verið mjög erfitt að vera ósammála pólitískar afstöður. En við skulum halda þess áfram, þetta er svo gaman. Það eru nokkrar spurningar í viðbót. Nei, það er ein spurning í viðbót fyrir ekki við og svo fyrir við í næsta leið. Já. Og þessi er svolítið skemmtileg. Hvað þyrfti til þess að þú, Ása Berglind, yrðir hægri sinnuð? Ég veit ekki hvað þyrfti til þess, sko. Mér stæla, ég held ég get ekki orðið, þetta er bara svo mikið svona gildi sem ég bara hluta mér að hugsa samfélagi með þessum hætti að við eigum að hjálpa hvort öðru, styðja við hvort annað og grípa hvort annað þegar illa fer, ef einhver veikist eða lendir í slysi eða bara fekk rosalega vond spil í grunninn til þess að spil úr, þá finnst mér að samfélagið eigi að hjálpa til og ég get ekki séð að það verði neitt sem að breytir því, sko. Jæja. En þú, Bryndís, hvað þyrfti til þess að þú yrði vinstri sinnuð? Ég á ekki vona því að svo verði einhvern tímann. En aftur, sko, vegna þess að Ása Berglind talar einmitt þú veist þetta, það hafi ekki öll sömu spil á hendi og mér er líka mjög umhugað velferðarkerfið okkar og að allir á Íslandi hafi það gott. Og ég held að við séum bara þannig þjóð að allavega meðan við búum við einhvers konar frið, þá á það að vera svoleiðis. Þannig að ég held að við getum öll sameinast alveg sama í hvað flokkum við erum það. Jæja. En grunnhugmyndafræði mín er sú að til þess að svo megi verða, þá þarf atvinnulífið að vera öflugt. Og ég hef sagt að öflugt atvinnulífið sé besta velferðarstefna. Því með öflugu atvinnulífi þá koma meiri tekjur inn í ríkissjóð. Það þýðir að hægt er að verja meiri tekjum í heilbrigðiskerfi okkar, í menntakerfi okkar og önnur velferðarkerfi. Út af þessari samkeppni. Já, ef að fyrirtækin framleiða meira og búa bara eins og við vorum að ræða sjávarútveginn, þú veist, út af því að einu sinni var bara hlutum hent í sjóinn og svo komstu bara með flaggið þú veist, á land og gast selt það. Nú er bara búið að búa til úr þessum sama þorski bara sko 1000 sinnum meiri verðmæti með því að nota allt hráefni, með því að nota roðið, með því að nota einhverju lifur og ég veit ekki einu sinni hvað þetta heitir allt saman, hvað er gert. Og þannig, þetta hefði aldrei gerst ef að til dæmis, eða held ég, ef að það væru gömlu bæjarútgerðirnar. Einu sinni voru útgerðarfélög rekin af sveitarfélögum eða hinu opinbera. Og ég held að það verði ekki til þegar einhverju embættismenn eru ákveðið, farð þú út að veiða fisk, þá er ekki einhverju sem dettur í hug, heyrðu, gerum eitthvað úr roðinu eða gerum eitthvað úr beinunum eða gerum eitthvað úr hinu. Ég held að þetta verði til þar sem einstaklingurum fær að blómstra og þar sem að samkeppnin fær að blómstra. Já, listin. Eða listin, já. Er það ekki partur af þessu? Það er hluti af atvinnulífinu. Þú þarft að hafa hugmyndasköpunna, þú þarft að hafa frumkvæði því, þannig að ég er til dæmis líka mjög hlynnt skapandi greinum, hafa öllum toga og ég held að það sé eitt af þeim auðlindum sem við að virka hér á landi til framtíðar. Algjörlega. Og í þessu samhengi, þú veist, þá er þetta líka bara mikil áhersla í þessari ríkisstjórn núna. Það er til dæmis að einfalda mjög flókið regluverk sem búa til síðustu 100 árin fyrir fyrirtæki og við erum líka að búa til svona ákveðið vaxtaplan, atvinnustefnu til næstu ára, það því að við erum algjörlega með fókusin á þessum hlutum. En við erum alltaf ennþá að spája hvað þetta plan er og við höfum ekki séð þetta plan. Það er að birtast, þú verður bara að opna augun, sko. Svo skemmtilegt að heyra 2 þingmenn sem eru ekki í sama flokki tala saman.
Ok, ég vona að þú 10 ára einstaklingur hafi hlustað og finnst þetta skemmtilegt en fyrir ykkur sem að hlusta þá hvet ég ykkur til þess að velta þess aðeins fyrir ykkur og skoða það sem í gangi og svona veit ekki með liðin en þá, þú veist, kannski hægt að velja sem bara hvað mann finnst spennandi eða athyglisvert eða áhugavert og fylgt því bara. Við ætlum að fara yfir samstarfsaðila þáttarins. Ég svo ótrúlega meir að fá þessa 2 samstarfsaðila fyrir þennan þátt en það í fyrsta lagi Vilma Home. Ég fór inn á síðunar og það var svo mikið sem ég fann og ég var að reyna að ákveða hvað ég ætlaði að fá mér og ég eiginlega bara, ég vissi ekki hvað ég átt að byrja. Þetta ekki, ég bara veit ekki hvað ég á að velja mér af því að það svo mikið í boði af alls konar sniðum. Það sem ég elska mest frá henni bambusettið. Ég fekk svona brúnt bambusett sem svona kósigalli og ég nota nánast daglega og það svo mikið alls konar sem ég langar í, þú veist, silki, sloppur, silki, teyjur, silki, andliðsgrímur og ég veit ekki hvað. Og fullt af brúsum, mér langar svo mikið glerbrúsan og svo komið nýtt Modal Wave svona náttfattasett sem þú veist, meira kannski fyrir saumarið af því það svona, ekki peysa og buxur, þú veist, það svona stutt buxur og hlýrabólur sjúkkursi og ég mæli mig ef þið að panta það að panta í stærðinni fyrir ofan. En ég svo ótrúlega þakklátt Vilmu og bara hlakka til að heyra hvað ykkur finnst vilmahome.is. Og ekki má gleyma afsláttarkóðunum fyrir 15% afslátt á vilmahome.is en það HMF15, allt stóri stafir og stendur fyrir hvort myndirðu frekar og 15% afslátt. Hljótið að minna þetta. Endilega nýtið ykkur hann. Hins vegar samstarfsaðili þessara þáttar Nunu. Ef þið vitið ekki hver hún sem með Nunu. Hún svo inspirerandi, hún 22 ára frá Akureyri og ákvað bara að stofna sundfatafyrirtæki af því henni fannst þeirra vöntun á því á Íslandi. Og guð minn góður, þetta eru svo flottar og vel hannaðar vörur sem eco-friendly, allt svo heilsteypt og fallegt og hvernig hún kemur að hlutunum, hún með svo hjartað í þessu og ég bara, ef þið að spá í einhverjum sundfötum fyrir sumarið eða fyrir næstu ferð til útlanda, kíkja á nunu.is. En snúum okkur aftur á þættinum. En nú förum við í næsta lið, talandum lið. Og vá, þetta var mjög smúð hjá mér. Og það sammála eða ósammála. Okay. Þið ættu að vera góðar því. Og þið ætlið að stoppa mig ef að þið eru ósammála þessu sem ég segi. Þannig ég segi einhverju staðhæfingu og þið segir mér hvort þið séu sammála ósammála og þið megið stoppa mig og segja að þú veist hvað eitthvað finnst eða ekki. En mér finnst það líka. Þannig að það má aðeins útskýra af hverju. Já, og þið megið líka, þú veist, byrju, þú veist, hvað þýðir þetta eða... Já, okay. Sem samt líka ólíklegt. En fyrsta staðhæfing, fólk þyrfti að sýna fram á að þau viti eitthvað hvað að gerast í pólitík til þess að fá að kjósa. Ósammála. Ok. Það þurfa bara, það allir hafa kosningarétt, alveg sama hvað. Það bara grunnur lýðræðiskerfisins að allir eiga kosningarétt yfir einhverjum ákveðnum aldri. Einu sinni var það ekki svo. En ég meina það má alveg hvetja fólk til að kynna sín málinu þetta vel, en kosningarétturinn á að vera allra. Nú að því að nú hefur hafa samfélagsmiðlar mikil áhrif og við höfum séð það í pólitík allan heim og að þú nefnir Trump á þann að þá hefur við séð það bæði þar og hér á landi og annars staðar hverslags fylgi hvað það hefur gríðarlega mikil áhrif, hvernig hlutir eru settið fram og þess að og það sem er mjög gott að þið séu í podcasti og svona, þú veist, út allt. Hvaða áhrif haldið þið, þú veist, að samfélagsmiðlar hafi haft á seinustu kosningar? Hér á Íslandi? Já, og ef þið horfið á bara tölurnar núna, þú veist, það alls konar... Þetta auka spurning fyrir ekki það alls konar svona tölur og svona sem hægt að sjá hvað fylgi hver flokkur hefur fyrir sig og ef við horfum á miðflokkin til dæmis þá hefur hann heldur betur fylgi þess breyst heilmikið á seinasta má segja bara ári haldið þið að samfélagsmiðlar hafi haft einhver áhrif á þetta
Já, hvað finnst ykkur það? Ég held að samfélagsmiðlar hafa mjög mikil áhrif en á endanum það bara í eðlisínu það miðill eins og þessi sem við erum í hér, sko podcast. Þetta bara miðill til að koma einhverjum upplýsingum eða skilaboð eða einhverju herferð á framfæri og í gegnum tíðina hafa bara verið notaðir mismunandi miðlar. Við erum bara, lifum á svo miklum umbreytingatíma, skilurðu, með samfélagsmiðlana og núna gervigreindina að það gerist allt rosalega hratt og það stækkar allt í svo opaslega stórum skrefum. Þannig að samfélagsmiðlar eru klárlega að hafa áhrif og að mörgu leyti snýst orðið starf stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna bara að koma skilabónu sínum á framfæri með öðrum hætti og við erum bara misfær við það og erum greinilega mislengi að aðla okkur á því nýja miðlakerfi sem að við búum við í dag. Já, og svo algoritmi samfélagsmiðla þannig að ef að þú ert að setja fram eitthvað sem virkilega umdelt og kallar á mörg komment og svoleiðis að þá það eitthvað sem að fólk sér frekar. Þannig að kannski einhverju svona hefðbundna upplýsingar sem setta fram til að upplýsa en ekki hræða eða búa til einhverju sundrungu eða svoleiðis, það ekkert endilega fljúga upp fyrir radarinn, sko. Þannig að það kannski þau svona vondu áhrif sem samfélagsmiðlar að hafa á umræðina. Það þarf alltaf að vera í einhverju svona átakastíl til að fólk einhvern veginn fari og kynni sér eða svona meðtaki það sem verið að setja fram. Það ekki gott. En varðandi miðflokkin og fylgisaukningu hans, þá náttúrulega erum við að sjá svona uppgang öfgahægri víða um heim og að birtast okkur hvað skýrast í Bandaríkjunum núna, þar sem bara verið að traðka á mannréttindum fólks og svona vanvirðing fyrir alþjóðastofnunum, þar að segja svona alþjóðlegu samfélagi, en svo við erum með okkar samfélag hér, þar sem við erum að borga til samneyslu og einhvern veginn útluta gæðum, það svoleiðis kerfi líka fyrir heiminn allan, eins og bara hjálpastarf og margt snýra loftslagsmálum og bara í morgun var verið að kynna að Bandaríkin ætla ekki lengur að taka þátt í öll sem snýra loftslagsmálum, þeim fjölmörgu sameiginlegu stofnunum sem bara gríðarlega alvarlegt. Og frjósemisáætlunni. Já, frjósemisáætlun og bara allt sem hefur verið byggt upp undanfarin ár til þess að reyna að búa til betri framtíð fyrir heiminn allan, að þau að fara í burtu með allt sitt fjármagn sem kemur til að hafa mjög neikvæð áhrif á mikið af þessum alþjóðlegu stofnunum sem við erum að stóla á. Og þetta í raun og veru sá vagn sem miðflokkurinn að hoppa á og að fylgja í raun og veru bara handbókinni sem að auka hægri öfl allan heim að nýta sér og þetta vil ég bara segja alveg skýrt og þetta bara gert í smáum skrefum og fólk, þessi öfl heim allan eru mislangt komin og kannski erum við að sjá þetta byrtast núna með hvað mestu öfgum í Bandaríkjunum. Þannig að ég ætla bara að vona að þessi þróun stoppa einhverjum tímapunkti því að þetta ekki lífvænleg þróun fyrir nokkurt samfélag. Ég má aðeins bara bregðast við þessu. Sko, ég ekki trumpisti. Hann ekki góður maður í mínum bókum eða góður forseti fyrir Bandaríkin en það engu að síður þannig að meirihluti Bandaríkjamanna kaus hann sem forseta og þá ber okkur sem lýðræðisríki að virða og viðurkenna það. Hann náttúrulega að gera þannig hluti akkurat núna með hótunum í Grænland að það hræðir mann mjög og ég auðvitað mjög ósátt við alla hans orðræðu í því samhengi. Samfélagsmiðlar hefur hann nýtt sér klárlega, búið sér til sína eigin þegar svo þarf á að halda en mér finnst bara líka svo mikilvægt í allir þessar umræðu að raunverulega ógnin við Ísland sko austan megin frá og það Pútín og það að heyra til dæmis hvernig Pútín og orðræðan sem kemur frá Kreml að hafa áhrif á bæði Ísland og bara Evrópu alla. Við heyrum það bara nýlega voru fréttir til dæmis frá Pólandi þar sem að pólska samfélagi sem tók svo vel á móti Úkraínumönnum aðeins farið að snúast vegna þess að það búið að ná að koma svona orðræðunni þannig fyrir í gegnum samfélagsmiðla, ýta undir falsfréttir, ýta undir einhverja ákveðna öfgahyggju og annað. Þannig að ég held að það sé mjög varhugavert við samfélagsmiðla og þar tek ég alveg undir þetta með algoritman en að því sögðu að þá þetta samt sem að tæki sem að við notum og við þurfum á að halda, almenningur notar, börn ættu ekki að nota og ég held við getum nokkuð saminast það, við ættum að setja reglu til dæmis það. Já. En auðvitað grunnspurningi var sko samfélagsmiðlar, þeir hafa áhrif, þeir hafa verulega áhrif en aftur á móti segi ég líka, þú veist, þetta nýr miðill en hann með
hann blæs út. Já, svo má líka alveg taka það inn í myndina að þessu samfélagsmiðlum stjórnað úr ríki sem má valla telja sem lýðræðisríki lengur sem að meðan það undir stjórn Trump. Þessu stjórnað þaðan og þeir munu nýta sig það og hafa gert til að hafa áhrif á kosningar í öðrum löndum. Og það vont að vera háður miðli sem að undir stjórn lands sem að ekki lengur má segja með virt lýðræði sko. Já, ég ætla ekki að ganga svo langt, ég ætla ennþá að hafa trú á check and balance eins og það kallað í Bandaríkjunum og þeir eru með þing, það eru þingkosninga framundan hjá þeim, skilurðu þó að maðurinn Trump gangi mjög langt að þá eru þeir ennþá með efri og neðri deild í sínu þingi og hvert og eitt ríki með sín þing og svona þannig að ég flokka ennþá Bandaríkin sem lýðræðisríki og mikilvægan og öflugan vestrænan samstarfsaðila en vissulega setur mann ugg á því hvernig forseti landsins að koma fram með þessa myndir. Hann gengur nefnilega fram hjá þinginu eins og bara varðandi þessa innrás í Venezuela þá hefði verið rétt að fara með það fyrir þingið og fá samþykki frá þinginu að hann svona aðgerða gert og hann gekk algjörlega fram hjá þinginu þannig að það einhverju leiti búið að kippa því úr sambandi en auðvitað bindum að mikla voni við kosningarna sem eru framundan í Bandaríkjunum en hins vegar þá stofnun í Svíþjóð sem mann ekki hvað heitir í þessum tölu orðum en sem að mæli reglulega framgang svona lýðræðis og ríkja varðandi þú veist hvað virt lýðræði í ríkinu eða hver þróunin og þau í skýrslunni frá síðasta ári þá kemur það fram að það sé ákveðin af lýðræðisvæðing í gangi í Bandaríkjunum og í raun hefur hún ekki verið eins hröð í heiminum öllum eins og akkurat núna þannig að við bara höfum verk að vinna að standa vörðum lýðræði bara almennt sko, sem ekkert smá þá fyrir við áttur í samanlega ríkið á að tryggja öllum jöfn lífsgæði jafnvel þótt að dragi úr einstaklingsfrelsi sammála upp að ákveðnu marki en það má ekki draga mikið úr einstaklingsfrelsi við þurfum öll að geta einhvern veginn bara búa okkur til okkar framtíð Ósammála Þú sagðir að ríki ætti að tryggja öllum jöfn lífsgæði. Já, jafnvel þótt að draga úr einstaklingsfrelsi. Já, nei, ríkið á ekki að hafa það grunnhlutverk að veita einhver lífsgæði. Það grunn ábyrgð einstaklingsins, við grípum svo eða gefum einhverjum tækifæri að hoppa á trampolínu þegar á þarf að halda. Aftur kemur trampolínu. Já, sko, þetta náttúrulega lífsgæði, þú veist, hvað telur sem lífsgæði? Það lífsgæði að, þú veist, eiga nýjasta iPhone? Nei, já, en það lífsgæði eiga sko, eins og bara hún Inga okkar orðaða svo oft fæði klæði og húsnæði sko. Það lífsgæði sem maður þarf að tryggja. Já, markaðurinn leysir flest vandamál betur en stjórnvöld. Sammála, þó að það geti verið undantekningar á því en sammála. Ég ósammála en það geti verið undantekningar á því. Næsta háir skattar eru nauðsynlegir til að samfélagi virkir rétt. Nei, ósammála. Mér finnst þetta allt svolítið svona, og þú veist, þetta allt svona spurningu skilgreiningar. Jú, það erfitt að segja á sammála eða ósammála með þessu, en við þurfum að hafa passlega skatta. Svo samfélagi virkir. Svo það skilgreiningar atriði. Ég meiri sér aðhyllist að lágir skattar búi til meiri verðmæti þannig að það þýði á endanum meiri pening inn í kassan fyrir ríkissjóð. Já, en lágir skattar verða kannski til þess að innviðaskuld eins og svo sem við erum að reyna að vinna og núna verður til. Hún ekki til vegna lágra skatta en það Ísland með bara skattahæstu löndum í vestrænu ríki þannig að það illa hægt að nota þau rök. Innviðaskuld? Innviðaskuld. Já, þarna eitthvað annað úr orðabókin ykkar sem ég ekki heyrt Við notum þetta svo mikið að maður að verða svona finnst þetta að vera orðin klísja en svo fullt af fólki sem einmitt kannski átta sig ekki á hvað þetta þýðir. Þetta þýðir til dæmis vegakerfið okkar sums staðar orðið svo slæmt að það bara farið að fléttast af malbygg þannig var staðan síðasta sumar. Já. Að það innviðaskuld. Það birtist innviðaskuld vegna þess að þá höfum við ekki verið að sinna innviðunum okkar nógu mikið þannig að það bara komin skuld sem að sést ekki endilega í bókhaldinu en til dæmis samtök iðnaðarins gerðu mat á þessu það sem að mér minnir að sko innviðaskuldin á Íslandi var metin á 670 milljarða sem ekki þá tala sem að birtist í bókhaldi ríkis og sveitafélaga heldur bara eitthvað sem við upplifum á eigin skinni dagsdaglega til dæmis í heilbrigðiskerfinu, heimilislækni, langur biðlisti
og svoleiðis. Þannig að þetta þessi margumtala innviðaskuld. Frábært að fá hér með útskýringu af þessu. Já, innviður sem sagt þetta sem að við eigum saman sem samfélag og stundum við tala sko eiginlega innviði eins og vegi eða flugvelli eða hafnir eða eitthvað og stundum félagslega innviði. En ég ætla aftur að móta að segja það að sko á síðustu árum þá höfum við eytt þessum fjármunum sem að ég sammála getur verið kölluð innviðaskuld í það að bjarga okkur út úr COVID og byggja upp varnargarða á Reykjanesi eftir eldsumbrotin þar. Þannig að það það sem að peningur ríkisins hefur farið í á síðustu árum. Ég hefði svo sannarlega viljað miklu frekar að hefði farið í að bora jarðgöngu eða gera við vegi. Já, meinur ef þetta hefði ekki komið upp. Já, akkurat, ef þetta hefði ekki komið upp. En ríkið tók á sig það áfall sem að það var, sem að var vissulega mjög mikið. En þá spyr maður sig hvort það hefði þá ekki þurft að auka við fjármögnun í ríkiskassan á móti sem var ekki gert. Þannig að þetta svona spurning hvort að til þessar innviðaskuldir hefði þurft að koma eða ekki. Okay. Og aftur segi ég, ef við hefðum hækkað skattana þá hefði orðið til minni verðmæti og færri fyrirtæki væru hér að skapa verðmæti eins og þeir að gera í dag. Þannig að þarna grundvallarmunurinn á þessu snakka. Það segja krossleggja ekki hendur. Okay. Þetta safni. Velferðarkerfið á að vera öruggt bakland, ekki lífstíll. Já, sammála. Já, algjörlega. Lífstíll, ég gef mig það að það velji sér enginn að vera á einhvers konar lágmorgs lífeyrisbótum. Það vilja allir fá meiri tekjur ef við mögulega geta bjarga sér það. Já, annars bara samkeppnin. Já, ég meina þú veist, við þurfum að tryggja það sé aldrei til staðar neitt hvati fyrir neitt til að sætta sig bara við það að vera á einhverjum lágmarksbótum. Þannig virkar trampolíni. Og við þurfum líka að tryggja það að fólk sem einhver hluta vegna lendir út í skurði, má segja, eða lendir í veikindum eða slysi eða eitthvað svona, fái aðstoð frá ríkinu til þess að efla aftur styrk sinn, bæði andlegan og líkamlegan, til að hafi getuna til að fara aftur á vinnumarkaðinn. Þannig að það líka velferðarkerfið okkar. Fólk ber fyrst og fremst ábyrgð á eigin lífi, ekki samfélagið. Sammála. Ósammála að einhverju leyti. Þetta berum við öll ábyrgð á okkar lífi, en samfélagið verður að koma til þar sem að til dæmis segjum sem svo við nú erum við að sjá aðra og þriðju kynslóð fólks vaxa úr grasi sem að er fólk sem að kannski hefur ekki einhverju hluta vegna geta menntað sig eða komist inn á atvinnumarkaðinn. Þar samfélagið komið betur að og hjálpa þessu fólki út úr þeim vítahring og þannig að það geti upplifað sig sem raunverulega þáttangandur og tekið þátt í samfélaginu. Auðlindir Íslands eiga alltaf að vera í opinberri eigu. Já. Hérna myndi ég nú vera ósammála. Já. Ég meina auðlindir Íslands geta bara verið landið okkar og ég held til dæmis að bændur hafi bara sinnt sínum löndum bara mjög vel og séu oft til dæmis miklu betri eigendur heldur en ríkið á líka fullt af jörðum hingað og þangað og bara ekkert að sinna því sérstaklega vel. Þannig að ég ósammála því að auðlindir eigi alltaf að vera í eigu hins opinbera en aftur á móti ég á þeirri skoðun að sem sagt arðurinn, aftur hagnaðurinn, fjármunir sem hægt að skapa af auðlindum landsins eiga að skila sér til þjóðarinnar. Aftur þarna þyrfti kannski skilgreina hvað eru auðlindir. Því ég ekki að segja já við því að við bara einhvern ríki taki við land bænda sko. Það ekki það sem já við. Ég að tala fiskinn í sjónum, vatnið, við eigum ekki að vera að selja þessi gæði, við þurfum að passa upp á þau fyrir framtíðan kynslóður. Þarna kemur líka kannski sjálfstæðisflokkurinn svolítið ákveðni þessu út að eignarréttar ákvæði stjórnarskrána okkur mjög mikilvægt. Það að segja eignarréttar ákvæði, það stendur í stjórnarskránni að eignarréttin ber að virða. Ef þú átt eitthvað þá ber að virða það. Ríki megi ekki koma bara og taka af þér. Eins og þekkist víða í sósíalískum samfélögum. Eins og hvaða? Til dæmis Venezuela, þar sem að einhverjir aðilar voru að vinna olíu og áttu land og það fannst olía inn í landinu þeirra og svo kom bara ríki og tók það yfir. Talandi vatni, þá gætu við verið að hugsa líka þannig að ég meina hér eru borholur víða land með heitu vatni og það hefur inn á landi engar aðila. Og þá spurning okkur hvernig ætlar að meðhandla það og þá bara ríki að koma og taka það, allt landið, borholuna eða hvað. Þannig að þess vegna segi ég algjörlega ósammála því að þetta alltaf verið í ríkiseigu en við eigum að sjá til þess að arðurinn, verðmætin sem verða til úr slíkum auðlindum skili sér með einhverjum hætti til þjóðarinnar. Og það getur verið aðeins mismunandi eftir hvort við séum að tala heitt vatn, kalt vatn, fiskin í sjónum,
land sjálfkrafa, ég meina við getum líka verið að tala núna vindmyllur sem þarf að reisa einhverju landi, það land enga aðila í einhverjum tilfellum og hvað það vindurinn, það einhvern veginn í þjóðareign eða hvað? Maður kom eina pínu litla örstuðsögu, sko til dæmis í sveitafélaginu sem ég bý, sveitafélagi Ölfusi, þá var fyrir nokkrum árum selt land með vatnsauðlindin sem þar undir. Það var selt á 180 milljónir, fyrirtæki bókaða held ég bara árið eftir í sína ársreikninga sem ég voni ég sé að fara með rétta tölur en það gæti verið rátt en þetta svona á þessum skala seldið á 180 milljónir var bókað á 100 og eitthvað milljarða Og veitu hjá hverjum, segirðu? Vatnsauðlind sem núna komin í eigu Kínverja og BlackRock fjárfestingafyrirtækis í Bandaríkjunum. Já, það var einhver einkaaðili sem átti þetta? Nei, sveitafélag átti þetta, það segja bara almenningur átti þetta dýrmæta land sem var selt á spotprís. Ég ætla að vera hundsum þessar tölur en þetta annars vegar spurning einhverju milljónir versus marga milljarða sem þetta var komið í og sennilega orðið enn verðmætara núna og við vitum til dæmis ekki hvað vatn mun verða verðmætt auðlind bara eftir 20, 50, 70 ár eða jafnvel lengur þannig að það sem mér finnst mikilvægt að þessar auðlindir eru áfram sem eru núna í almanna eigu og einmitt að við frekar bara leiða þær út og til takmarkast tíma heldur en að selja þær því að við getum verið að taka af bara frá framtíða kynslóðum mikil verðmæti. Þarna segi ég, þarna þurfum við bara að setja reglur utan það og finna leiðir til þess að arðurinn sem kemur út úr þessari auðlind skili sér pottið til hvort sem það sveitafélagsins eða ríkisins. Já, nú getum við hort á eins og nú var ég í Kanada í mánuð og þar til dæmis fólk sem átti þetta land eða bjóða á þessu landi og frumbyggjarnir meina þá sem fóru síðan tekið yfir þetta land og nú í dag þú veist, ef þú ert frumbyggja með einhverja tengingu við það samkvæmt því sem ég lærði þarna í Kanada að þá færðu ákveðin landsvæði og þú veist, færðu ákveðin pening frá ríkinu og eitthvað svona í staðinn fyrir þetta sem gerðist fyrir einhver síðan þannig að auðlindirnar eru mikilvægar og auðvitað eru skipta skoðanir líka á hvernig maður fer að þessu eins og þú segir en mér langar eiginlega að því að nú erum við alveg að renna á tíma þá mér finnst æðislegt að tala við ykkur og ég geti talað ykkur lengi Þetta er búin mjög gaman en mér langar til þess að heyra að því við erum að tala í grunninn hægri versus hægri á móti vinstri eða vinstri á móti hægri eða hægri og vinstri samkvæmt því sem þið best vitið nú eru þið þingkonur og vitið ábyggilega talsvert meira en ég og flestir sem eru að hlusta pólitík ef við tökum bara vinstri og hægri ef við tökum vinstri til að byrja með hvað samfélag í dag og þjóð eða samfélag eða land hvað mest til vinstri í heiminum við þá tala alveg út í öfga vinstri bara eins mikið vinstri og hægt í dag já, alveg svo Bryndís tengi lítið við öfga hægri þá tengi ég jafn lítið við öfga vinstri en ég veit ekki ætla að sé Kína, nei, ekki Kína Jú, ég meina, það sósíalismi ég meina Venezuela sem að þú veist, Bandaríkin voru að ráðast inn í ég meina, þar búið að sóa auðlindum þjóðarinnar, þar var ekki tryggt það að þjóðin fengi að njóta auðlindana þú veist, ég veit ekki einu sinni hvort að sé að tengja þetta hægri vinstri en ég segi bara sósíalismin dauður, sko, ef að fólk ennþá að tala sósíalisma sem svona þetta ofur jöfnunar tæki þar sem einhvern veginn bara allir eiga að vera jafnir og það alltaf jafna þá niður á við skilurðu, það verður ekki til neitt hvati til að búa til neitt nýtt og auka framleiðina þá eru þetta ríki í Suður-Ameríku ég þekki bara ekki nóg mikið til dæmis í pólitík í Afríku til að átta mig á það þú veist, Kína klárlega, ég meina ég veit ekki hvað við að kalla Rússland þú veist, veit ekki á hvað Nei, ég held að báður öfgarnir þarna þá ertu komin í ákveði sem bara einræði sem kannski bara einræði ekki hægri eða vinstri, ég veit það ekki en ef við horfum þá til þú veist, tíð og tíma ef við horfum til fortíðar hvaða samfélag hafa virkað sem eru frekar mikið til hægri eða mikið til vinstri nú eru kannski tökum einmitt sósíalism og allt þetta últra öfga til hliðar og
horfum á það sem að svona kannski fyrirmyndirnar eða Sko, Norðurlöndin hafa verið rekin með bara mjög góðri jafnaðarstefnu mestmegnis. Er það ekki rétt hjá mér? Svona mestmegnis. Sko við, Það er alltaf svona jafnaðarkerfi og velferðarumhverfi sem að ríkir þar og hefur það norræna velferðar samfélög aðhyllist ég mjög mikið og ég meina ég hef unnið mikið í norrænu samstarfi og ég meina í Noregi núna eru jafnaðarmenn við völd. Það er vinstri ríkisstjórn í Noregi. Danmörku líka. Hún tók við af hægri stjórn sem hafði verið í 2 kjörtímabil. Í Svíþjóð núna er hægri stjórn. Hún tók við af vinstri stjórn. Sem var búin að vera mjög lengi. Sem var búin að vera svolítið lengi, já. Í Finnlandi er núna hægri stjórn sem tók við af jafnaðarmönnum. Og í Danmörku er núna jafnaðarmenn sem eru örugglega að fara að tapa í kosningunum á þessu ári. en sko, þannig að þetta hefur bara farið mjög rokkandi á Norðurlöndunum og ég held að það sé ekki hægt að segja, sko, það er ekki ég veit alveg að jafnaðarmenn vilja gjarnan eigna sér norræna velferðarkerfið, ég er bara ósammála því, ég er alveg jafn mikið í því eins og einhverjir samfélkingamenn upp á Íslandi, sko. En eins og við segjum Svíþjóð. Já. Myndu ekki segja að það hafi verið hvað mest í vinstri? Það er búið að vera í mjög mörg ár. Fyrir utan núna, Fyrir utan akkurat núna, já. En þar hafa jafnaðarmenn verið við völd lengst af held ég í okkar tíð svona. Já, örugglega. Og hægri, Og Danmörku líka held ég. Ef við horfum bara á Norðurlandaþjóðirnar, haldið að Noregur sé hvað mest til hægri? Ég meina, undir vinstri stjórn núna, skilur. Já, en ef við horfum tilbaka. Já, nei, ég meina, hefur það ekki alveg rokkað, en ég þekki það svo sem ekki, sögun eitthvað langt fram í tíman. Ég meina, jafnaðarmenn eru stór flokkur í norrænu samhengi, sko, og í öllum Norðurlöndunum, en það eru líka, þetta eru svona blokkir, sko, talað um það í kosningum, það er bláa og rauða blokkin, það eru fullt af flokkum, skilur það, jafnaðarmenn eru mjög stórir, en svo eru kannski einhverjir sem eru aðeins meira til vinstri og það eru mjög margir á miðjunni og svo eru íhaldsmenn eða konservatív sem eru systurflokkar sko mínir á Norðurlöndunum og þá eru einhverjir sem eru kannski meira til hægri, það eru kristilegir hægri sinnaðir, kristilegir demokratar og það er fullt af flokkum en þeir eru svona stíla sig upp í blokki, rauða og bláa blokk. En ég meina Svíþjóð er alveg held ég ágætis dæmi svona jafnaðarmennskun ekki endilega kannski vinstri Nei, akkurat. Og það er margt mjög gott en það hefur líka ýmislegt farið úrskeiðis á síðustu árum Já, sem ég held að þau geta alveg horfst í augu við og viðurkennt sko. En algjörlega það er aldrei bara eitt svar Nei, pólitíkin er það sko. og vegna þess að þú varst að ráðan að velta svona fyrir þér sko, þegar talar um auka hægri og eitthvað þá, þú veist, tala ég kannski meir um populisma í dag því þú segir, það er aldrei neitt eitt svar populismi í sem sagt, svona, stjórnmála samhengi hlutana er mitt fólk sem kemur inn og kemur með mjög einfalt svar við flóknu vandamáli og það selur fólki oft því að einmitt eins og þú ert að segja útskýrið fyrir 10 ára hvernig á ég að skilja öll blæbrigðin og allar hliðar mála og þess vegna er oft mjög einfalt og þess vegna er á populismin svolítið byrjundi báða vangi þessa dagana með samfélagsmiðlum og öðru því fólk vill bara heyra eitthvað ákveði já, þessi allar að redda þessu svona eins og Trump segir bara make America great again bara við ætlum að redda þessu við heyrum þetta meira í íslenskum stjórnmálum menn Inga Sæland segir alltaf nú er allt svo gott, nú er komin ný ríkisstjórn og við ætlum að útrýma fátækt, nú er allt svo gott en þú segir ekkert meira, hvernig þú ætlar að gera það það hefur búin að láta verkin tala nei, ég meina svo bara yfirleitt í orðræðinu þannig að í grunninn er pólitík ekki, það er aldrei eitthvað eitt skýrt skilur, þetta er svolítið blæbrigða munur á alls konar en ef þú ætlar að spyrja næst hægri þá eru örugglega Bandaríkin tekin sem dæmi þar og ég meina að jafnvel þó hvort sem það hafi verið demokratar eða republikana við stjórn þá eru Bandaríkin þekkt sem miklu meiri hægri samfélag og stundum verður sagt um mig þú ert örugglega miklu meiri demokrati ég veit ekki einu sinni hvar sko vinstra fólk á Íslandi væri í þeirra röðum eitthvað auka nei, það eru bara flokkar sem eru svo stóri skilur og þú ert með bara mikið vinstri innan demokrataflokkana og þú ert með miklu þú veist nær miðjunni og kannski meira bara eins og hægri menn í Evrópu víða sko og svo kannski jafnt í republikanaflokknum en það sjáum við til dæmis bara lítil sem engin velferðarkerfi þú veist, fæðingarorlof er bara eitthvað djók og skólakerfið og leikskóla umhverfið bara ekki aðgengilegt nema bara þeim sem eiga fullt af peningum en þar séu reyndar held ég líka sko mögulega bestu spítala í heimi og verstu
Já. mögulega bestu skóla í heimi og Já, verstu. þess vegna er þetta balans sem við Já. erum að tala um hérna á Já. það þarf að vera eitthvað staðar eitthvað jafnvægi. Öfgarnir eru miklir þarna Já. á þessu svæði. En heyrðu, þá dembum við okkur í seinasta liðin og nú er ég búin að fara umfram það sem ég lofaði þér í tíma, en ég ætla bara, það eru hraðspurningar og það er bannað að útskýra. Ok, yes. Ok, hvort myndirðu frekar hafa lægri skatta og færri opinber úrræði eða herri skatta og sterkt velferðarkerfi? Hærri skatt og sterkt velferðarkerfi. Lægri skatta en það þýðir að við getum haft stækt velferðarkerfi. Jæja, heyrðu, hvort myndirðu frekar búa í samfélagi með miklu jafnræði og miklu miklu frelsi til að skara fram úr? Miklu frelsi til að skara fram úr. Jafnræði. Og frelsi til að skara fram úr. Þetta er ekki hægt. Nei, hvort myndirðu frekar að ríki stýri grunnþjónustu eða að einkaaðilar sjá um hana? Ef þú þyrftir að velja. Ríki. Ríki stýri, en ég vil hleypa einkaaðilum inn í reksturinn. Nei, að banna að segja hana, þú veist hana góð. Hvort myndirðu frekar vernda veikustu hópana sérstaklega eða tryggja sömu reglum fyrir alla? Vernda veikustu hópana. Já, ég myndi örugglega að segja það sama, sko. Já, hæja! Frábær. Hvort myndirðu frekar vera sammála flestum í kringu þig eða standa einn með sterka sannfæringu? Standa einn með sterka sannfæringu. Nei, ég trúi ekki stærðið. Hvort myndirðu frekar vera kallaður hjartahlýr idealisti eða kaldur raunsæismaður? Eða kona? Ég myndi vera hjartahlýr idealisti. Mér finnst allt í lagi að sýna samkennd og tilfinningar og smá hjarta í pólitík. Ég vil bara segja það. Ég veit að sumum finnst að vera algjört tabú. Aha, Já, bara leiðilegt. vera köld, horfa á þetta. Ég vil vera hjartahlý og ég held ég sé það en ég er samt sem að raunsæis manneska í, þú veist, talandum hægri að vinstri, stundum bara þú veist, þú þarf bara að finna bestu lausnina, sko. Þú veist, og þá þarftu stundum að vera bara, ok, hvað er raunsætt að hægt sé að gera þetta? Þannig að köld. Heit raunsæis manneska. Ok, hvort myndirðu frekar vinna með fólki sem þetta ósammála eða vera hreinn í hugmyndafræðinni en fá minna í gegn? Vinna með fólki sem ég er ósammála. Ég Já, hef ágætis reynsla af því. Já, það ég held að sé bara öllum hollt að finna málamiðlanir. Hvort myndirðu frekar búa í samfélagi sem hugsa fyrst við eða samfélagi sem hugsa fyrst ég? Við. Ég vill að samfélagið sé þannig, já, að við hugsum samfélagið. Við, já. Við, já. Bara sterkt Ísland. Já, algjörlega. Já. Svo er þessi spurning, hvort myndirðu frekar vera í opnu sambandi eða hefðbundnu sambandi? Að sinn persónulegu sambandi. Já. Ég er mjög hefðbundin. Já. Íhaldsmanniska. Já, nei, þetta var bara svo smá auka spurninga. Þetta var spurning annar að þátta. Herru, já, eru þið með einhverjar, þetta var seinasta, eru þið með einhverjar loka svona vangaveltur, viljið spyrja mig eitthvað, viljið spyrja hlustendur? Já, ég ætla bara að hvetja hlustendur til að setja sig vel inn í mál og kannski gefa einmitt gefa svona athygli aðeins í svona röksemdir og innihald frekar en einhvers konar slagorð og upprópanir. Já, ég get alveg tekið undir það. Ég held að þó við séum kannski ekki alveg á sömu kynslóð sem sittum inni, en þá höfum við upplifað lúxustíma, friðatíma. Og við höfum kannski meira verið bara upptekin af því að upplifa okkar lúxus. Ég óttast mjög að við séum að fara inn í aðeins öðruvísi tíma og nú er ég að tala inn í alþjóðasamfélaginu og þá held ég að sé bara mikilvægt að við horfum öll til þess að við berum ábyrgð á lýðræðinu, við berum ábyrgð á samfélaginu okkar og hvort sem fólk telur sig vera hægri eða vinstri eða vill kjósa Samfylkingunni eða Sjálfstæðisflokkinn þá hvet ég fólk til þess að einmitt skoða málin og hafa skoðanir. Og þú veist, við þurfum bara, nú eru sveitarstjórnarkosningar framundan og það er nú algjörlega tækifæri fyrir fólk til að hafa skoðanir á sínu nærsamfélagi, það sem tengist hér dagstælega, þannig að ég vil bara hvetja alla til að kjósa ávallt, taka þátt
mátt segja sína skoðun og þannig getur maður haft áhrif. Já, og jafnvel bjóða sig fram til þáttöku í stjórnmálum. Það skemmtilegt sko, ólíkt því sem kannski birtist fólki helst í fjölmiðlum og svona út á við það, þið heyrið að við Bryndís þetta bara alveg ágætis félagar sko. Og okkur finnst ekkert leiðilegt í vinnunni þó allir haldi að hljóta að vera alltaf mjög leiðilegt. Já, það bara þvert á móti, bara rosa gaman og hvet fólk og alls konar fólk til að hugleiða hvort að það kannski geti lagt samfélaginu sínu lið með þáttöku í annarkot sveitarstjórnarmálum eða í ríkismálum. Frábært. Tekum þið það og svo bara, það skiptir allt máli, ég meina það bara vera í foreldrafélaginu, vera virkur aðili í sínu samfélagi, bera svolítið ábyrgð á, þú veist, því að það þarf heilt þorp til að alveg barn var eitthvað sagt og meina við öll að vera þáttakendur í okkar þorpi, okkar samfélagi, okkar lýðræði, okkar lýðveldi í Íslandi. Algjörlega. Og bara halda fast í það, því að það svona það sem kannski við höfum sem samfélag Ísland eins og bara í Þorlákshöfn, þar sem ég bý, þar þegar bærinn var að byggjast upp fyrir 75 árum síðan, þar gekk fólk á milli að hjálpa hvert öðru að byggja heimili sín. Og þú veist, þannig að það var bara hrópað steypa og þá bara kom allir til að hjálpa til, það var að koma að steypa eitthvað hús. Við erum aðeins að byrja að tapa þessu og það til svo mikils að vinna að halda í þetta og það mitt gerist með þáttöku í kvenfélaginu, fara í foreldrafélagi, vera í kórnum og bara svona vera svolítið hluti af samfélaginu og tökum utan þau sem eru kannski ekki að finna sig sem hluti af samfélaginu og hjálpa þau. Æ, þér svo sætur það var alveg óbærslega gaman að fá okkur og ég þakka ykkur innilega fyrir að gefa ykkur tíma fyrir að gera þetta. Ég veit þið eru báða mjög steknar konur, að gaman að fá okkur í byrjun árs einhvern veginn, þó þetta sé mikið og stramt og erfitt og ég heyri að þið eru að koma frá mismunandi áttum að þá er gaman líka að heyra ykkur vera sammála ýmsa hluti og geta kannski sett hendunar aðeins niður frá maga og brjóstum og bara haft það notalegt en já, ég þakka ykkur bara kærlega fyrir og ég vona að þú kæri hlustandi sérst einhverju nær þessari spurningu hvort myndirðu frekar vera hægri sinnaður eða vinstri sinnaður og ég vona bara að þið er yndislegan dag.